Komið sæl. Ágætu gestir, samstarfsfólk og fyrirlesarar. Mér langar að bjóða okkur öll velkomin á fræðslufund almennu göngudeildarinnar. Fundurinn ber yfirskriftina Almenna göngudeildin, fjölbreytt og sérhæfð. Það skal engan undra á þessum tímum að fundurinn haldinn í fjarfundi. Væntanlega flestir að verða vanir því fyrirkomulagi. Við þurfum því að reiða okkur á tæknina í dag og vonum að allt gangi upp sem skyldi. Ef uppkoma tæknilegir örðugleikar eða hnökrar, þá bið ég ykkur bara að sýna biðlund og við höfum öll gott af því að staldra eins við og draga djúpt andann og bara vera eins í núinu. Mörg ykkar þekki ég, en fyrir ykkur sem ekki vita, þá heiti ég Alice Harpa Björgvinsdóttir og starfa sem framkvæmdastjóri lyflækningasviðs hérna við sjúkrahúsið á Akureyri. Mér var falið það hlutverk hér í dag að vera fundarstjóri og mun ég reyna að sinna því hlutverki eftir bestu getu. Dagskráin í dag ekki að verri endanum. Á dagskrá alls 12 erindi sem gefa ykkur smá innsýn í þá fjölbreyttu og þverfaglegu þjónustu sem almenna göngudeildin veitir. Göngudeildarþjónusta hefur farið vaxandi síðustu ár og fyrirséð að svo verði áfram. Það mun verða gaman að fylgjast með þeirri þróun og vænti ég þess og vonast til að fundir af þessu tagi muni verða oftar en á nægu efni að taka. Dagskráin verður streymt á vef sjúkrahússins og einnig verður hægt að nálgast upptökur eftir á. Að þessu sögðu segi ég fundinn settan og vona sannarlega að þið eftir að njóta og fræðast deildina og það mikla starf sem þar fer fram. Fyrst á dagskrá Inga Margrét Skúladóttir, forstöðuhjúkrunarfræðingur á almennu göngudeildinni. Hennar erindi ber nafnið Almenna göngudeildin, fjölbreytt og sérhæfð. Komið sæl. Það er mikil ánægja að fá að kynna fyrir ykkur almennu göngudeildina, en við höfum sett saman fjölbreytt erindi hluta þeirra þjónustu sem framfæra göngudeildinni til þess að gefa ykkur innsýn inn í starfsemina. Ég ætla sjálf að fá að kynna fyrir ykkur einingar deildarinnar sem að sinna mjög svo ólíkum verkefnum. Í skipuriti sjúkrahússins almenna göngudeildin undir lyflæknasviði sem eitt af 3 klíniskum sviðum SAG. Framkvæmdastjóri sviðsins Alice Björgvinsdóttir en hún heyrir undir forstjóra SAG. Forstöðulæknir Guðjón Kristjánsson og ég forstöðuhjúkrunarfræðingur deildarinnar. Þegar komið inn á deildina þá sérfræðimóttakan fremst og sanni í móttökunni. 25 til 30 læknar eru með móttöku á deildinni ásamt nokkrum hjúkrunarfræðingum, næringarfræðingi og fleiri fagstéttir. Mikil samvinna á milli lækna og hjúkrunarfræðinga eins og þessi mynd sýnir og teymisvinna mjög mikil á ýmsum sviðum. Almenna göngudeildin samanstendur nú af 11 ólíkum einingum og enn að vaxa. Sem dæmi það við á næstu mánuðum að fara af stað með teymisvinnu í minnismóttöku, en ég ætla næstu glærum að fá að kynna fyrir ykkur stuttlega þessar einingar og segja frá helstu verkefnum sem þær eru að sinna. Á þessari glæru sjáum við hverjir starfa á deildinni og stöðugildi sem við erum með. Á móttöku dagsjúklinga starfa 8 hjúkrunarfræðingar í rúmlega 5 stöðugildum og starfsmaður í aðstoð. Þessi eining sinnir mjög svo fjölbreyttum verkefnum. En helstu verkefni hjúkrunarfræðinga eru eftirfarandi. Það að segja fyrri hluta vikunar þá koma einstaklingar með blóðsjúkdóma og krabbamein í meðferðir og þá mjög mikil teymisvinna í gangi og góð, en aðrar meðferðir og önnur viðvik eru hina dagana. Starfsemin á móttöku dagsjúklinga hefur verið að aukast á síðastliðnum árum eins og sjá má á þessu línriti, en fækkun var á síðastliðnu ári vegna COVID, en í staðinn var mikil aukning á meðferðarsamtölum í gegnum síma og með fjarfundabúnaði, eða það að segja 500 talsins. 3 hjúkrunarfræðingar í rúmlega 2 stöðugildum og sjúkraliði í 20% stöðugildi eru á meltingareiningunni. Þeir vinna í teymi með 2 meltingalækna. Þeirra helstu viðvik eru eftirfarandi. Magaspeglun, vinstri ristilspeglun eru algengustu viðvikin á speglun. En aðeins fækkun var á starfsemi 2018 sem skýrðist af læknaskiptum og aftur núna 2020 sem skýrðist vegna COVID.
Það Emilía og Halla vinna á smáaðgerðarstofunni en hún opin 3 daga í viku, það að segja á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum. Það mjög margir læknar sem koma að starfseminni þar en það skurðlæknar, kvensjúkdómalæknar, augnlæknar og núna nýlega bættist við háls-, nef- og eyrnalæknir. Frá því í haust þá bera skurðlækningar læknisfræðilega ábyrgð á starfsemi smáaðgerðarstofu og sáramóttöku. Helstu viðvik sem þær sinna skiptast upp í 3 meginhópa, sem sagt kvennaaðgerðir, smáaðgerðir og þvagfærarannsóknir. En starfsemi þar hefur þrefaldast á síðastliðnum árum. Sáramóttakan, hún veitir sérhæfða meðferð við sárum, en þar vinna hjúkrunarfræðingarnir Sara og Þórgunnur til skiptis. Þær taka á móti ferli sjúklingum ásamt því að fara inn á deildir og veita sárameðferð og ráðgjöf. Helstu viðvik þeirra eru sáraskiptingar, vakkmeðferðir og próstursóksmeðferðir. Fjöldi koma á sáramóttöku voru 633 á síðastliðnu ári, þar af voru 1408 ferlisjúklingar og 225 inniliggjandi. Sara og Þórgunnur kynna nánar þessa móttöku fyrir okkur hérna á eftir. Hjúkrunarfræðingur í starfsmannaheilsuvernd Anna Rósa og ætlar hún að segja frá starfi sínu hér nánar á eftir. Hulda sjúkraliði og vinnur í ljósameðferðinni 3 daga í viku en vinnur síðan á speglun 2 daga í viku. Ljósameðferðin opin á mánudögum, miðvikudögum og föstudögum og þangað koma einstaklingar sem eru með eksem, psoriasis og vitiligo eða skjaldbletti. Ljósameðferðin hefur aðeins fækkað á síðastliðnu ári sem skýrist vegna COVID en alls fengu 55 einstaklingar meðferð í 1482 skipti á árinu. Fyrir fyrstu komu í ljósameðferð þarf að koma tilvísun frá húðsjúkdómasérfræðingi en við endurteknar meðferðir þá nægir að fá tilvísun frá heilsugæslulækni. Í tilvísun frá lækni þarf að koma fram fyrirfram ákveðin fjöldi ljósameðferða en skjólstæðingar geta nýtt sér sömu tilvísun í allt að 6 mánuði. Í meltingamóttökunni vinna læknar og hjúkrunarfræðingar í teymi sem sér að halda utan einstaklinga með bólgusjúkdóma í ristli. Berglind mun segja okkur nánar frá starfseminni hér á eftir. Innkirtlateymi var stofnað 2015 og þverfaglega starfsemi að ræða. Í teymi eru innkirtlalæknar á Landspítala, 2 hjúkrunarfræðingar sem skipta með sér tæpu stöðugildi og næringarráðgjafi. En teymi að sinna einstaklinga með innkirtlasjúkdóma og ætla þær Emilía og Sigríður að segja okkur frá því helsta sem þær eru að gera á eftir. Heimalíningin var hluti af SAK fyrir rúmu ári síðan en þar starfa 6 hjúkrunarfræðingar. Þær eru á vöktum frá 8 til 16 virka daga og 9 til 13 helgar og eru þær með bakvaktir allan sólarhringinn eftir að dagvakti lýkur. Í haust tók síðan til starfa hjá okkur verkefnastjóri í heimalíningu og hennar hlutverk að halda utan heimalíninguna ásamt því að byggja upp teymisvinnu líknarmeðferð hér á Akureyri og á svæðunum í kringum okkur. En heimalíningin sérhæfð hjúkrunarlæknisþjónusta sem ætluð einstaklingum með krabbamein og langvinna lífsógnandi sjúkdóma sem þarfnast sérhæfðrar einkennameðferðar bæði tímabundið og til lengri tíma. En teymið samanstendur af lyflækni og lyflæknadeildinni, blóð- og krabbameinslæknum, fósturhjúkrunarfræðingi og verkefnastjóra og hjúkrunarfræðingum heimalíningar. Umfang heimalíningar töluvert og eins og við sjáum hér þá voru skjólstæðingar heimalíningar 68 á árinu, það voru 2709 vitjanir og þar voru bráðavitjanir og útköll 444. Símtöl til skjólstæðinga voru 2574 og þar voru 400 símtöl í stað vitjana meðan að COVID-faraldurinn stóð sem hæst. En fjölskyldufundir á árinu þar sem hjúkrunarfræðingur heimalíningar sitja með öðrum fagaðilum innan SAK með skjólstæðingum og eða aðstandendum voru 85. Frum- og eftirvitjanir voru samtals 126. Já, eins og þið sjáið þá þetta mjög fjölbreytt deild með mjög sérhæfða starfsemi. Ég tel styrku deildarinnar að vera hvað við erum með öflugt og frábært starfsfólk
sem að vinnur vel saman og mikið í teymi, en þetta deild með vaxandi starfsemi og fullt af tækifærum. Ég þakka Ingu Margréti fyrir þessa yfirferð, klárlega flottur faghópur sem að kemur þarna saman á þessari flottu einingu. Þá komið að Þórgunni Birgisdóttur og Söru Dögg Pétursdóttur. Þær ætla að tala sáramóttökuna, segja okkur að lítið frá henni. Gjörðu svo vel. Góðan daginn, ég heiti Sara og ég á sáramóttökunni. Við ætlum að byrja því að segja ykkur aðeins bara frá sögu sáramóttökunar. Sáramóttakan var sett á laggirnar árið 2009 af Möggu Öldu hjúkrunarfræðingi. Þá var hún nýkomin úr sérnámi í sárameðferð frá Danmörku. Það ár voru komur á deildina 387 og stöðugildi hjúkrunarfræðings 0,5. Síðan óx starfsemin jafnt og þétt og árið 2013 voru komur orðnar 1097, þar voru 202 inniliggjandi og 895 ferlisjúklingar. Stöðugildi hjúkrunarfræðings var þá 0,7. Í ársbyrjun 2014 þá byrjum við Þóra að starfa á sáramóttökunni og höfum starfað þar óslitið síðan. Við tókum saman tölurnar 2019 og þá voru komurnar orðnar 1807. Þar voru 366 inniliggjandi og 1441 ferlisjúklingur. Stöðugildi hjúkrunarfræðings var þá 0,8% og enn í dag. Og ef við förum aðeins yfir starfslýsingu hjúkrunarfræðings og sáramóttökunni, þá hún ansi löng og viðamikil. Við eigum sérst að vera með móttöku sjúklinga á sáramóttöku. Við eigum að veita viðeigandi meðferð sem byggir á víðtækri upplýsingaöflun, verklagsreglum og vinnuleiðbeiningum. Við eigum að skrá hjúkrunarmeðferðir og við eigum að hafa eftirlit með meðferð inniliggjandi sjúklinga samkvæmt beiðnum og eftirfylgni eftir útskrift ef ástæða til. Og eins eigum við að bera ábyrgð á kennslu og eftirliti með notkun sárasóstækja. Þannig að í raun erum við að taka á móti sjúklingum utan úr bæ sem oft vísað hingað af heilsugæslunni, heimahjúkrun eða öldrunarheimilum. En við sinnum líka mikið inniliggjandi sjúklingum eða tökum við sárameðferð þegar sjúklingarnir eru að útskrifast heim. Og beiðni meðferð hjá okkur á að senda í gegnum sögukerfið. En það rosalega gott að hringja okkur líka og láta vita að beiðni hafi verið send. Síðan höfum við kennslu og fræðsluskyldu gagnvart sjúklingum, aðstandendum og heilbrigðisstarfsmönnum. Erum virkir þáttakendur í þróun hjúkrunar á okkar einingu, tökum þátt í stjórnun okkar starfseiningar, hvað varðar skipulag, framkvæmd og eftirlit og vinnum að og stjórnum framþróun hjúkrunar með hagsmuni sjúklinga, aðstandenda og stofnunar í huga. Við eigum að vera leiðbeinandi fyrir alla nemendur í samráði við umsjónarkennara, menntastofnun og samkvæmt námsmarkmiðum nemenda. Eigum að nýta sí- og endurmenntun innan stofnunar og tileinka okkur nýjungar innan fagsins. Eigum að taka þátt í stefnumótun og teymisvinnu starfseiningarinnar. Eigum að sinna tölfræðilegri úrvinnslu og könnunum eða rannsóknum tengdum sárum og sárameðferðum. Og taka þátt í vinnslu gæðaskjala fyrir eininguna og taka þátt í mótun á góðu vinnuumhverfi og fyrirbyggja þætti sem geta valdið vinnuslysi eða heilsutjóni. Hvað erum við að gera í raun? Það sem við erum að gera að við erum að sinna sárum sem erfitt að græða. Einhverju vandamálasárum. Og þetta allskyns. Þetta geta verið sykursýkisár, þetta geta verið bláæðasár, slagaðasár, skurðsár sem opnast aftur eða skurðsár sem ekki tekst að loka í aðgerð. Sýkingar, allskyns sýkingar og náttúrulega mest á sýkingar í sárum. Og líka húðsýkingar, ýmiss konar. Það geta verið slæm áverkasár sem til dæmis ekki hægt að loka, ekki hægt að sauma saman. Og svo fáum við líka til okkar brunasár. Já, sæl, ég heiti Þóra og
ætla að taka við núna og svona aðeins að segja ykkur hvernig við vinnum upp sjúklingana eða hvernig við hugsum þá meðferð sem við erum að veita. Og það mikilvægt að hafa í huga að áverkasárum undanskildum eru ekki sjúkdómur í sjálfu sér, heldur yfirleitt birtingamynd á öðru sjúkdómsástandi eða eitthvað sem er undirliggjandi. Og þá snýst okkar hugmyndafræði alltaf þetta heildræna mat á sárum. Og tilgangurinn með því er að meta alla þætti heilsu sjúklings sem geta haft áhrif á gróandann og þar með að standast freistinguna að beina eingöngu athyglunni að sárinu sjálfu. Og tilgangurinn er líka með þessu, það er náttúrulega að flýta gróanda, draga úr líkamlegum, andlegum, félagslegum og efnahagslegum áhrifum á sjúklinginn. Það getur verið mjög kostnaðarsamar þessar sárameðferð, bæði fyrir stofnunina, samfélagið og sjúklinginn sjálfan. Minnka álagið á sárum- og heilbrigðiskerfið. Það verður minna álag á starfsfólk ef að beitt er markvissum meðferðum og dregur úr kostnaði. Og það eykur líka ánægju sjúklinga og starfsfólk með því að fá betri árangur. Það sem hindrar heildrænt mat er ýmislegt, en það er til dæmis skortur og þekking og hæfni, of mikið vinnuálag, of lítill tími til að meta og endurmeta. Til dæmis ef við séum að bóka sjúklinga of þétt, þá getur það alveg orðið til þess að við kannski gefum okkur ekki nægilegan tíma til að meta ástandið. Að maður beini allri athyglinni að staðbundinni meðferð sársins. Það sé engin góðir ferlar, engin skýrir ferlar varðandi rannsóknir og þær meðferð sem er verið að veita. Það er skortur á tækjum, það er til dæmis ekki doppler til staðar. Og svo skráningakerfin eru þannig að þau einblíni bara á sárið. Þegar við fáum til okkar einstakling með sár, þá þurfum við að fara yfir heilsufarssöguna. Það eru sjúkdómar, lyfjanotkun, saga um fyrri sár, drykkja, neysla, misnotkun lyfja, næringarástand, hver er félagsleg staða og svo svona hreyfigeta og sjón, hversu færi er einstaklingurinn til að sinna sér sjálfur. Við metum sárið, hvar er það staðsett, hvar eru þau mörg, hvers slags sár er þetta? Er þetta slagaða, bláaða, sykursýkis eða þrýstingssár? Hve lengi hefur sárið verið? Og hver eru markmið meðferðarinnar? Er markmiðið að græða sárið? Eða er eitthvað í sögu sjúklings sem veldur því að markmiðið er að draga úr óþægindum og sárið versni ekki? Og hvað ætlum við að gefa ákveðinni meðferð langa tíma áður en við metum árangur? Og þó annaðhvort höldum henni áfram eða breytum. Það þarf að mæla sárið og það er langbest að gera það bara með mynd og hafa þá kvarða við. Það þarf að meta hvort það séu vasar eða göng, hvernig er vefur í sárabotni, hvernig er sárið og sárakantarnir, hvernig er húðin í kring og svo hvort við teljum sárið vera í gróanda eða er það bara jafnvel gróið. Og það getur verið ýmis einkenni frá sárunum, það er til dæmis verkir og þá er rétt að nota verkjaskala. Er mikill vessi, hvernig er hann, áferði litur, er einhver staðbundin sýkingareinkenni eða er orðin merki útbreiddari sýkingu og er ástæða til að taka sýni. Og það er hægt að notast við ýmis matstæki. Og þarna er bara dæmi nokkur þeirra og þessar myndir sem er þarna til hliðar þá er hægt að nota þær til að í þessu mati. Þannig að það er bara að finna út hvað hentar. Í lokin ætla ég bara að fara yfir eitt tilfelli sem kom til okkar fyrir nokkrum árum og ætla svona aðeins, þetta er nú aðeins að segja frá bara hvernig maður getur notað roðið, þorskroðið frá Kerecis
en líka að reyna að skýra það hvernig maður þarf alltaf að hugsa hlutina þegar þeir eru ekki alveg augljósir. Og þetta segir af miðaldra karlmanni sem kemur á bráðamóttökuna með brunasár. Og hans saga að hann hefur hellt niður á sig sjóðandi vatni. Þetta sár sem neðst á kvið. Þegar hann kemur þá bara roði og blöðrur og kemur í 2 skipti og þetta hefst vel við og það ekkert eiginlega sem bendir til annars en þetta ætti bara að gróa á svona 2 vikum. Hann mætir svo bara í skiptingar áfram og svo þegar hann kemur sem sagt í 3. skiptið að þá þetta tiltölulega saklausa brunasár orðið að fullþykktar sári. Mikil nekros í botni, það reyndar engin sýkingareinkenni og þetta þykir bara mjög skrítið og honum vísað á sáramóttökuna í framhaldinu. Nekrosin hreinsuð úr botninum og metið þannig á sáramóttöku að þetta sé líklega eitthvað sem þurfi transplants við þegar að sári verður tilbúið. En þá þarf maður að hugsa hver skýringin á þessi versnun í þessu sári, af því þarna orsökin á að vera augljós, af því þetta áverki. Þetta hraustur einstaklingur, en hann hefur átt við mikil andleg veikindi að stríða og sérstaklega eftir að hann lendir í þessu slysi, þessu bílslysi sem hann lendir í. Og hann brotnar þar illa á fæti og hefur átt við mikið verkvandamál að stríða síðan og á sterkum verkjalyfjum. Og þegar við metum, þarna erum við búin að meta heilsufarið og það aðalega það andlega hliðin og kannski félagslega sem maður þarf að horfa svolítið í hjá honum. Sárin, það eru 3 sár neðarlega á kvið, upphaflega mikil nekrosa en engin sýkingamerki. Mikill vessi í byrjun en húðin í kring í góðu standi. Og þarna bara þessi stóra spurning, af hverju breytist þetta tiltölulega saklausa brunasár í fullþykktar húðtap og veltum við því mikið fyrir okkur. Í einni komu á bráðamóttökuna segir viðkomandi frá því að hann hafi hellt ertandi efni ofan í upprunalega sárið og þá komin þessi skýring á af hverju ástandið varð svona. Og meðferðin, sárameðferðin, hún náttúrulega eins og áður hefur sagt að hreinsa sárið og viðhalda svo réttu rakastigi í því til að búa umhverfið þannig úr garði bæði að það haldi áfram að hreinsast og þá líka að verði þá tilbúið fyrir húðflutningin ef það þarf að halda. En það sem var aðeins bið í að það var hægt að gera húðflutningin að þá var ákveðið að nota þorskuróði frá Kerasis í millitíðinni. Og þá bara grær sárið á tiltölulega stuttum tíma, eins og þið sjáið á myndinni, og engin þörf varð á húðflutningi. En það er líka mjög mikilvægt í þessu að þarna raunverulega vorum við búin að finna undirliggjandi ástand sem var hans andlega heilsa, að hann fer líka í meðferð og eftirfylgni hjá geðdeildinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sara Dögg og Þórgunnur. Mjög áhugavert að fá að skyggnast aðeins inn í ykkar störf þarna á sáramóttökunni. Þá það komið að liðagigtarsjúklingum og bættum horfum hjá þeim. Það hann Ingvar Teitsson sem ætlar að leiða okkur í sannleikanum það. Góðan daginn, ég heiti Ingvar Teitsson og ég ætla að segja ykkur svolítið meðferð á liðagigtarsjúklingum hér á SAK og annars staðar nú síðustu árin og breytingar í meðferð og árangur þess. Liðagigt eða iktsýki eða rheumatoid arthritis, við köllum þetta oft bara RA í daglegu tali. Þetta vandamál getur ræst á margar liði líkamans, einkum verða smáliðir handa og óliðir og táversliðir og hnjáliðir fyrir barðinu á sjúkdómnum, en fleiri liðir geta líka orðið fyrir skemmdum. Nú gigtin er venjulega samhverf, það að segja, hún leggst á svipað á liði vinstra og hægra megin líkamannum. Þessi gikt veldur oft mikill eyðileggingu á liðum og fötlun og í Evrópu talað að þetta hrjái svona 0,8–1% af fólki þetta afbrigði af iktsýki eða RA. Nú við vitum ekki hvað veldur RA
Sjálfsónæmi eyðileggur liðina og það vitum við. Þannig að meðferðin gengur út á að stoppa þessa eyðileggingu sjálfsónæmis. Við vitum að hér eru misslæm afbrigði af iktsýkinni eða RA og það afbrigði sem er illvígast hefur háa títra sjálfsmótefnum bæði reumatoidfaktor og svokölluð anti-CCP. Nú hér sjáum við bólgur í hendi hjá einstaklingi sem er með nýbyrjaða iktsýki eða RA. Hér er bólga í MCP-liðum í vísifingur og löngutöng og í PIP-liðum í vísifingur og löngutöng. Þetta er svona það dæmigerða. Næst sjáum við hér gamlar myndir frá því upp úr 1980 af konu í Glasgow sem var búin að vera með RA í 20-30 ár og hér sjáum við miklar eyðileggingar í smáliðum handa, úlnliðum og reumatoid hnút á framhandleggjum beggja vegna. Svona lagað viljum við ekki sjá í dag og svona lagað ættum við ekki að sjá í dag ef nútíma meðferð er beitt skilvíslega og nógu snemma. Hér sjáum við fæturna þessari sömu konu. Hér eru miklar eyðileggingar á MTP-liðum fóta og svokölluð hamartáar deformitet á tánum með sárum hér ofan á PIP-liðunum. Þetta aftur ættum við ekki að þurfa að sjá í dag og við viljum ekki sjá þetta aftur. Nú, lyfjameðferð við RA hefur breyst mikið síðustu 40 árin og batnað. Milli 1980 og 90 fengum við metotrexatöflur sem voru eiginlega straumhvörf, síðan komu upp úr 1990 leflunomid-töflur og upp úr 2000 fengum við síðan líftæknilyf og það hefur verið bara bylting að fá þau, það er ekkert hægt að segja annað það. Þá kom anti-TNF-lyfin og fleiri. Nútíma lyfjameðferð gengur út á að gefa kröftuga meðferð strax við greiningu á sjúkdómnum og bæla sjúkdóminn niður. Hér notum við upphafi methotrexat og kannski prednisone líka og síðan líftæknilyf oft í framhaldi af því. Og þetta ef vel gengur stöðvar sjúkdóminn eða dregur úr honum og þar með dregur eyðileggingu liðanna. Og það er það sem við viljum reyna að ná fram. Hér sjáum við nokkurn veginn meðferða þríhyrning í iktsýki eða RA. Við byrjum með metotrexat og stera þegar sjúkdómurinn er greindur og síðan getum við bætt við kannski fleirum dímarlyfjum í ætt við metotrexat eins og salsopirna eða flónamid. Ef það dugar ekki til að bæla sjúkdóminn niður þá förum við út í líftæknilyf eins og anti-TNF, til dæmis infliximab, og ef fyrsta lyf dugar ekki þá prófum við önnur líftæknilyf eins og kannski tocilizumab eða róaktemra sem við notum hér töluvert. Jafnhliða þessu gefum við venjulega bólgueyðandi gigtarlyf eins og naproxen og verkjalyf eins og til dæmis paracetamol. Nú við getum gefið líka barksteraða inn í vöðva eða inn í liði ef á þarf að halda. Og með þessu móti vonumst við til að ná fram afturbata í sjúkdómnum þannig að sjúkdómseinkenni hverfi sem mest. Hér á SAK höfum við notað líftæknilyf fyrir liðagiktarsjúklinga eða RA-sjúklinga síðan 2004. Við byrjuðum þá með Remicade sem kom fyrst og ég tók saman yfirlit yfir þá sjúklinga með RA og serójákvæða iktsýki sem hafa verið hér á göngudeildinni hjá mér í 1 ár frá mars 2020 til febrúar 2021. Og þetta voru alls 68 sjúklingar. Af þessum 68 fengu 25 eða 3700 líftæknilyf. Rúmur þriðjungur sem sagt þurfti að fá líftæknilyf. Þetta er það erfiður sjúkdómur. Nú þeir sem fengu líftæknilyf, þessi 25, meirihluti var konur, 14 og 25. Þetta var fullorðið fólk að meðaltali nærri 60 en aldursdreifingi var tölverð 18 til 82 ára. Af þessum 25 fengu 17 það anti-TNF-lyf sem mest er notað í dag, Flixabi, en hinir fengu önnur lyf, róaktemra, Emeraldi, Remicade og Humira. Og árangurinn af þessu, við skulum nýta hann, rétt er að nefna þessum 25 sem fengu líftæknilyf, þá fengu þeir önnur lyf líka flestir. 17 og 25 fengu metotrexat vikulega, töflur flestir, og af þessum 25 fengur 9 líka prednisone töflur í lágum skömmtum, oftast frá 2,5 til 5 mg á dag en upp í 12,5 mg á dag ef að sjúkdómurinn var í slæmum fasa. Nú nærri allir af þessum 25 eða 23-25 fengur líka bólgueyðandi gigtarlyf, þar að fengu 17 naproxen sem eru nærri 3/4 af öllum hópnum sem fekk NSAID-lyf annað borð. Þannig að við notum naproxen langmest. Nú aukaverkanir af líftæknilyfjum þær eru sem betur fer fáar
og við sjáum lítið af þeim. Nú þá kemur spurningin, virka líftæknilyfin? Jú, við getum kannski séð það ef við lítum á serum CRP sem mælikvarða bólgur í líkamanum, að hjá þessum 25 sjúklingum sem voru með meðhöndla þetta árið á almennu göngudeildinni eða annars staðar, þá voru 21 eða 84% með CRP sem var ómælanlega lágt, sem bendir til mjög lítilla virkni í bólgunum í liðsjúkdómum hjá þessu fólki. Almennt má segja að þeir sem að fá anti-TNF-lyf og önnur líftæknilyf við iktsýki eða RA, þeir fá sláandi minni verki, sláandi minni morgunstilleika og sláandi minni bólgur á meðan þeir eru meðferð. Þannig að okkur finnst yfirleitt að þessi meðferð verki býsna vel, en þetta þó ekki umtengalaust og það eru einn og einn sjúklingur sem að fá erfið einkenni eins og brjósthinnubólgu sem hluti af RA stundum og sú meðferð svarar oft ekkert vel. Þannig að hér eru áfram erfiðleikar, en megnið af þessu fólki sem með RA, seropositívan sjúkdóm, svarar þessum lyfjum býsna vel og við erum ánægð með það. Þarna hefur við mikil framför síðustu áratugina, á því leikur engin vafi. Nú, svo þakka ég fyrir, meira var það ekki. Mig langar að þakka Ingvari fyrir þetta áhugaverða erindi. Alltaf gott þegar við sjáum framfarir í læknavísindunum. Þá það komið að henni Önnu Rósu Magnúsdóttur. Hún ætlar að segja okkur hvað hjúkrunarfræðingur í starfsmannaheilsuvernd gerir. Góðan dag, ég heiti Anna Rósa Magnúsdóttir og ég ætla að segja ykkur aðeins frá starfi mínu sem hjúkrunarfræðingur í starfsmannaheilsuvernd. Það var 1. janúar 2018 að ég var ráðin í þetta starf sem þá var nýtt hér á SAK. Ég er í 20% starfi sem þýðir að ég er að sinna þessu verkefni 1 dag í viku og að öllu jöfnu eru það miðvikudagar sem eru starfsmannaheilsuverndadagar hjá mér. Ég er staðsett á almennu göngudeildinni og tilheyri henni, en ég vinn líka í samstarfi við starfsmannaþjónustu og mannauðsráðgjafa í starfsmannaheilsuvernd. Alveg frá upphafi hef ég verið í miklum og góðum samskiptum við starfsmannahjúkrunarfræðinga á Landspítalanum, en það hefur reynst mér mjög dýrmætt að geta leitað þangað og ég hef meðal annars farið í vettvangsferð. Það var mjög gott að fá að bera mig aðeins saman við starfsemina þar og komast að því að það sem ég er að gera hér er nokkuð sambærilegt við það sem er í gangi á LSH. Mitt verkefni í starfsmannaheilsuverndinni hefur aðallega verið að sjá að starfsfólk SAK fái þær bólusetningar sem ráðlagðar eru af sóttvarnalækni, gera berklapróf hjá starfsfólki og sjá mósasýnatökur þegar þess er þörf. Varðandi bólusetningar fylgi ég leiðbeiningum bólusetningar heilbrigðisstarfsfólks samkvæmt dreifibréfi frá embætti landlæknis og fyrir mósasýnatökur eru það tilmæli sóttvarnalæknis forvarnir og aðgerðir gegn mósa sem ég fer eftir. Einnig vil ég benda á að við höfum unnið ýmis gæðaskjöl í starfsmannaheilsuverndinni sem gott er að kynna sér vel. Til að byrja með var lögð áhersla á starfsfólk í nýráðningarferli og sett sú krafa að allir sem réðu sig til starfa á SAK ættu að skila inn bólusetningarvottorði sem staðfestingu á því að þeir væru bólusettir samkvæmt tilmælum sóttvarnalæknis og hefðu farið í berklapróf nýlega. Þetta bólusetningarvottorð er hluti af ráðningargögnum starfsmanna. Starfsfólk í nýráðningarferli getur leitað til mín og ég yfirferð þeirra bólusetningarstöðu og bæti við bólusetningum ef upp á vantar, berklaprófa og tek mósasýni ef þarf. Ég sé svo að útfylla bólusetningarvottorð og skila því inn í rétta möppu hjá starfsmannaþjónustunni. Það var svo árið 2020 að lagt var af stað með bólusetningaátak þar sem öllum starfsmönnum SAK verður boðið að láta yfirfara sína bólusetningar og fá þær bólusetningar sem upp á vantar samkvæmt tilmælum sóttvarnalæknis, auk þess sem stefnt er að því að gera berklapróf hjá öllum starfsmönnum SAK. Við byrjuðum á því að gera þarfagreiningu og síðan tímalínu og stefndum á því að komast eins langt með verkefnið og hugsast gat árið 2020, en því miður hefur það ekki gengið upp eins og við vonumst til, en aðalega hefur það verið COVID-19 sem hefur tafið þessa framkvæmd. Verkefnið er samt sem áður ennþá lifandi og fer á stað aftur leið og hægt er. Hér er glæra sem sýnir hvernig þróunin hefur verið með við fjölda koma í starfsmannaheilsuvernd frá upphafi. Það varð mikil aukning á milli áranna 2018 og 2019, eðlilega þar sem þetta fór hægt af stað og fyrstu mánuðir ársins 2018 fór í að þróa þetta verkefni og koma þessu í gang.
Árið 2020 og það sem af árs 2021 markast af áhrifum COVID-19. Hvaða bólusetningar eru það svo sem ráðlegar eru fyrir heilbrigðisstarfsfólk? Það sem ég geri snýst að yfirfara grunnbólusetningar sem eru þær bólusetningar sem við höfum fengið í ungbarnavernd og grunnskóla og allir ættu að vera með eins eða svipað í grunninn. Síðan eru það aðra bólusetningar sem sérstakar ráðleggingar fyrir heilbrigðisstarfsmenn eins og bólusetningar gegn lifrarbólgu B, pneumókokkum og inflúensu. Þetta eru þær grunnbólusetningar sem flestir hafa fengið og eru yfirleitt í lagi hjá fólki. Mesti vafinn snýr að mislingum, hettusótt og rauðum hundum en gert er ráð fyrir að þeir sem eru fæddir fyrir 1970 hafi fengið þessa barnasjúkdóma og þeir sem eru fæddir eftir 1980 eru yfirleitt bólusettir. Það getur verið erfitt að fá upplýsingar barnabólusetningar og gömlu bólusetningarskírteinin eru því mjög dýrmæt. Ef það er vafi hvort einstaklingur hafi verið bólusettur eða ekki, er ráðlegt að gefa bólusetningu. Það skaðar ekki þó að mótefni séu þegar til staðar en við höfum ekki verið að mótefnamæla. Heilbrigðisstarfsfólki er síðan ráðlagt að láta endurbólusetja sig á 10 ára fresti gegn barnaveiki, stífkrampa og kíhósta. Starfsmenn sem koma að umönnun sjúklinga ásamt þeim sem starfa við blóð eða blóðhluta, sýni eða sorp sem geta innihaldið smitefni eiga samkvæmt tilmælum sóttvarnalæknis að vera bólusettir gegn lifrarbólgu B. Ég hef einnig verið að leggja áherslu á að starfsmenn á einingum þar sem mögulega getur komið upp stungóhapp eða þar sem reynslan sýnir að stungóhapp hafa komið upp fái bólusetningu gegn lifrarbólgu B. Þetta eru til dæmis starfsmenn í eldhúsi og tæknimenn. Heilbrigðisstarfsmönnum sem náð hafa 60 ára aldri er ráðlagt að fá bólusetningu gegn pneumókokkum en þá er gefin ein sprauta eða bara önnur tegundin af þeim pneumókokkabóluefnum sem í notkun. Aðrar ráðleggingar gilda einstaklinga með undirliggjandi sjúkdóma sem fá pneumokokkabólusetningu en þá eru 2 bóluefni gefin samkvæmt ákveðnu skema. Undanfarin ár hef ég séð skipulag og framkvæmt árlegrar inflúensubólusetningar á SAG. Samkvæmt sóttvarnalækni ættu allir heilbrigðisstarfsmenn að þiggja bólusetningu gegn inflúensu árlega í þeim tilgangi að minnka líkur á inflúensusmitum meðal starfsfólk og sjúklinga. Það er bólusett gegn inflúensu á hverju hausti, lok september og fram í október og undanfarin ár hefur þátttakan hér á SAG í inflúensubólusetningu verið 50%, nema hvað þáttakan tók mikið stökk síðasta haust þegar 72% starfsmanna þáðu bólusetningu. Það er ekki spurning að þessi aukna ásókn í bólusetningu megi rekja til þess að COVID-smitt voru í miklum vexti einmitt þegar inflúensubólusetningar fóru fram síðasta haust. Varðandi berklapróf þá er stefnan að ná að gera grunnberklapróf hjá öllum starfsmönnum SAG. Það gerum við með því að fá berklapróf hjá þeim sem eru að ráða sig til starfa ef þeir geta ekki sýnt fram á nýlegt berklapróf og með því að yfirfara deildir sjúkrahússins eina á eftir annarri og að gera berklapróf hjá starfsfólki. Annars er helst þörf á að gera berklapróf hjá starfsfólki ef það hefur verið útsett fyrir berklum. Tilgangurinn með þessum berklaprófum er að draga úr umfangi sýkingavarnastarfs við að rekja berklasmit ef slík tilfelli koma upp. Þá hjálpa mikið að vera með neikvætt berklapróf í grunninn sem hægt er að byggja á. Í tilmælum sóttvarnalæknis forvarnir og aðgerðir gegn MÓSA er lögð áhersla á sýnatökur í forvarnarskyni hjá starfsfólki og sjúklingum þegar við á. Helstu ábendingar fyrir MÓSA-sýnatöku hjá starfsfólki eru eftir vinnu á sjúkrastofnunum erlendis en þá er aðeins mismunandi eftir löndum hvaða reglur gilda. Ef starfsmaður kemur reglulega til vinnu á SAG en er annars að vinna á Norðurlöndunum eða í Hollandi eða fer reglulega í vinnutarnir til þessara landa þarf að taka MÓSA-sýni eftir fyrstu vinnutörn og síðan 2 á ári en komi starfsmaður til vinnu á SAG eftir vinnu á sjúkrastofnunum í öðrum löndum en Norðurlöndunum eða Hollandi þarf MÓSA-sýnatöku í hvert skipti. Það er á ábyrgð starfsmannsins og forstöðumanna að passa upp á að þessu sé sinnt og það verður að segjast eins og er að þetta mætti verið í betra farvegi hér á SAG. Aðrar ábendingar fyrir MÓSA-sýnatöku eru ef starfsmaður er með fyrri sögu MÓSA-sýkingu eða hefur verið útsettur fyrir MÓSA eða ef starfsmaður hefur legið inni eða fengið meðferð á erlendi heilbrigðisstofnun eða hefur sögu endurteknar húðsýkingar eða kýli sem voru meðhöndluð með sýklalyfjum.
Frá áramótum hafa COVID-19 bólusetningar verið mitt stærsta verkefni í starfsmannahjúkruninni og ég hef þurft að setja aðrar bólusetningar og eiginlega önnur verkefni á bið á meðan. Þetta verkefni hefur verið tímafrekt en það ekki bara vegna þess sem ég hef sett aðrar bólusetningar til hliðar á meðan, heldur það þannig að samhliða gjöf COVID-19 bóluefna og annarra bóluefna hefur ekki verið rannsökuð og það eru engar leiðbeiningar til hvað þarf að líða langur tíma á milli COVID-bólusetninga og annarra bólusetninga. Ég vil alls ekki að aðrar bólusetningar trufli það að starfsfólk geti fengið COVID-bólusetningu þegar það í boði. COVID-bólusetningar starfsmanna hafa gengið mjög vel en við höfum bólusett starfsfólk eins hratt og bóluefni berst til okkar og fylgjum reglugerð frá sóttvarnalækni við forgangsröðun. Í lok þessara viku verður búið að bólusetja 42% starfsmanna fullu og að minnstakosti 17,5% starfsmanna verður búið að fá fyrir bólusetningu og mögulega fleiri ef við fáum aftur leyfi til að nota bóluefni frá AstraZeneca. Hvað varðar næstu verkefni þá það þannig að eins og verkefnastaðan í dag sé ég ekki mikið meira framundan en að klára þau verkefni sem þegar í gangi. COVID-19 bólusetningar þar fremstar í forgangi en vonandi get ég fljótlega farið aftur á stað með bólusetningaátaki og smám saman náð að yfirfara allar deildir á sjúkrahúsinu með tilliti til bólusetninga og berklaprófa. Ég myndi vilja sjá betri skil á bólusetningavottorðum nýráðinna starfsmanna og ég þarf að gera átak þar. Allar upplýsingar kröfur SAK bólusetningar og berklapróf í nýlega fræðslunni sem nýlega hefur verið endurgerð. Ég hef reglulega sendt út tölvupóst á netföng starfsmanna sem eru nýráðnir til áminningar en eitthvað meira virðist þurfa að koma til. Ég þarf að vera sýnileg og tryggja að starfsfólk viti af mér og í hverju starf mitt felst og ég vona að þessi kynning hér í dag hafi gefið ykkur innsýn í þar sem ég að gera og að þið hafi haft eitthvað gagn af. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Anna Rósa. Svo sannarlega mikilvægt og þarft starf og gott að fá innsýn í það. Heyrðu, þá það lyfjameðferð við MS. Það hann Gunnar Friðriksson sem ætlar að upplýsa okkur þar. Góðan dag. Ég heiti Gunnar Friðriksson, taugalæknir og ég ætla að spjalla örstutt lyf við MS-sjúkdómi og ég ætla einungis að spjalla lyf sem eru notuð til þess að hafa áhrif á framgang sjúkdómsins en algjörlega sleppa ýmsum lyf sem eru notuð við einkennum. MS autoimmun sjúkdómur, bólgusjúkdómur sem ræðst eingöngu á miðtaugakerfi og algengasta formið það sem kallað relapsing remitting og einkennist af því að maður fær köst með vefjaskemmdum, einkenni sem ágerast gjarnan á dögum til vikum og ganga svo misvel tilbaka. Við höfum önnur form sjaldgæfir af sjúkdómnum secondary progressive sem við köllum og primary progressive. Þessi sértæka lyfjameðferð stundum kölluð immunómódúlerendi og líka ónæmisbælandi lyf. Þetta eru bremsulyf sem við gjarnan köllum svo. Það þeirra áhrif eru eingöngu að fyrirbyggja vefjaskemmdir og þau breyta engu þann skaða sem orðin af fyrir köstum. Þannig að það eru eingöngu til þess að fyrirbyggja skemmdir. Og við höfum enn sem komið nánast eingöngu lyf á það sem kallað relapsing remitting formið. Við skiptum þessu stundum í nokkrar víglínur og það þá háð því hversu virk þessi lyf eru og hversu varasöm þau eru. Og í fyrstu línu þessi eftirtalin lyf sem við erum með þarna. Og þetta saga sem tegir sig tilbaka til 1993 sem að fyrstu interferonin komu fram að því voru engin sértæk MS-lyf til. Í dag höfum við 4 mismunandi gerðir af interferonum. Þetta allt saman sprautulyf, gefin aðeins á mismunandi máta, allt frá því að vera undir húð 3 viku upp í það nýjasta sem þetta Plegritin, kom á markað 2014.
sem að þá búið að eiga svolítið við indefjörunni þannig að það síðleyst og verkar lengi þannig að sjúklingar sem nota þetta sprauta sig 2 sinnum í mánuði. 2001 kom glatýrameracetat sem við oftast köllum Copaxone og þetta er líka sprautulyf og það var viss framför 2014 þegar að kom nýtt form þannig að það nægir að sprauta sig annar hver dag í staði fyrir hvern dag. Og maður getur sagt kostirnir við sprautulyfin eru að þau eru tiltölulega hættulaus, hafa tiltölulega saklausar aukaverkanir. Gallarnir fyrst og fremst þetta að maður er að paufast með sprautur og nálar og fólk venst því misvel og sumir illa. Og svolítið leiðinleg aukaverkun af interferónunum er flensulík einkenni sem fólk fær gjarnan kannski fyrsta sólarhringinn eftir spraut, fær köldu, hroll, beinverki og vanlíðan og það er nú sem betur fyrir oft hægt að halda þessi skefjum með paracetamóli og NSAID-lyfjum. En fyrsta línan er ekki bara sprautulyf, það eru tvenns konar töflulyf sem við höfum, það er annars vegar Aubagio sem var skráð 2013 og Tecfidera 2014 og Tecfidera hefur nú komið betur út og er kannski það sem er oftast notað í dag sem fyrsta lyf í fyrstu línu meðferð. Þetta eru töflur sem maður tekur 2 sinnum á dag og fyrir þá sjúklingar sem komast yfir byrjunarþröskuld sem eru fyrst og fremst meltingafæreinkenni þá gengur þetta býsna vel. Með bæði þessi lyf þarf að hafa býsna þétt eftirlit framan á blóðprufum. Það geta komið fram breytingar á blóðmerg og lifrarprufum sérstaklega. Aubagio getur valdið breytingum á lifrarstarfsemi, það er eitt og annað sem að smotteri getur fylgt þessu. En Tecfidera hefur sannað sig sem eiginlega fyrsta lyf í fyrstu línu. Í því sem við kallum annarra línu meðferð þá erum við komin í annan flokk af lyfjum sem eru kröftugri og hafa meiri virkni en eru á vissan hátt varasamari og þarf öðruvísi og nákvæmara eftirlit á margan hátt. Efsta blaðið þarna er Tisabri sem kom á markað 2007 og þetta var gríðarlega mikil framför þegar það kom því þetta er mjög virkt lyf sem hefur marga kosti. Það er hverfandi aukaverkanir af því að fá þetta í æð á 4 til 6 vikna fresti og er sem sé mjög virkt til þess að fyrirbyggja skemmdir en skömmu eftir að farið var að nota Tisabri í einhverjum mæli þá kom í ljós mjög alvarleg aukaverkun af því og það er sýking í heila af völdum tækifærissinnaðs vírus sem heitir JC-vírus og er best þekktur í gegnum tíðina sem sýking hjá fólki sem er með mjög kröftuga ónæmisbælingu eins og við HIV og krabbamein. Og þetta er sýkill sem að cirka helmingurinn af okkur hefur í líkamanum og gerir okkur ekkert sem er með eðlilegt ónæmiskerfi en getur sýkt heilan og valdið dauða. Það er umtalsvert mortalitet sem að hefur fylgt JC-sýkingum eftir að Tisabri-notkun hófst við MS. En við vorum fljótir átt að segja á að það er hægt að fyrir fyrst að gá áður hvort að fólk hafi þennan JC-vírus og svo er hægt að gera mælingu til þess að sjá hversu mikil áhættan er og í dag er þetta mjög stíft eftirlit þannig að allir sjúklingar á Tisabri fara í JC-próf minnstakosti 2 sinnum á ári og þeir sem eru pósitífir oftar og þeir sem eru pósitífir fara líka oftar í kontroll í segulómskoðunum. Þannig að þetta JC-dæmi er stóri ókosturinn sem fylgir Tisabri en það svínvirkar annars og það eru sjúklingar sem hafa verið að þessu allt síðan 2007. Gilenya kom á markað 2011, þetta eru töflur og kostirnir náttúrulega þannig að maður þarf ekkert að koma á sjúkrahús til þess að fá þessa meðferð. Þetta er ónæmisspennandi lyf, það var fylgt þessu aukin tíðni á sýkingum, það þarf að fylgjast grannt með starfsemi mergs og lifrar með þessu. Það eru fleiri aukaverkanir sem maður þarf að hafa í huga, sekundær malignitet meðal annars. Og svona eftir á hyggju hefur Gilenya kannski ekki verið jafn traust eins og maður hélt í upphafi. Þannig að
Það líka svo að það almennt síðri kostur heldur en hinir kostirnir í annarri línu og það þá fyrst og fremst til að taka þriðja liðinn þarna sem þessi lyf sem kallað anti-CD20. Þetta einstofna mótefni líkt og Tisabri. Þetta tvenns konar lyf sem að gera nákvæmlega það sama. MAB þeirra ekki skráð MS-lyf en ókrefur sér skráð. Og Svíar byrjuðu að nota þetta 2008 í allstórum stíl og á vissum svæðum í Svíþjóð það svo að það byrja 90% af MS-sjúklingum sem á meðferð á þessu lyfi rituximab. Og þetta mjög meðferðilegt hvað það varðar að fólk fær meðferð á hálfs árs millibili og í dag skemað í 3 ár þannig og síðan slakað á klónni og eftir það árlega og jafnvel sjaldnar. Almennt þolist þetta lyf mjög vel, það þarf samt alltaf að fylgjast með ákveðnum þáttum þar. Það lýst eftir notkun skorti á hvítum blóðkornum og eins getur þetta valdið lækkun á gamma á immunoglobulinum í blóði og það þarf reglulega að fylgjast með þessu. Og á stærri stöðum í dag þá reynt að fylgjast grannt með endurkomu þessarar frumna CD20. Það svo að rituximab bælir það gjörsamlega og það hægt að sjá hvort og hvenær þær koma aftur og kannski verður framtíðin þannig að það verður hægt að skammta þetta lyf frá þessu. Síðan förum við í þriðju línu og þar erum við á svolítið öðru plani. Þar þá meðferð sem ekki bundin því að maður sé að gefa eitthvað á hverjum degi, hverju viku eða einhverja mánaða fresti. Þetta svona eins og högg eða kröftug árás getur maður sagt á ónæmiskerfið og maður gefur meðferð sem að hefur langvinn áhrif og það mögulegt í vissum tilvikum að þurfi ekkert meiri meðferð. Efsta blaðið þarna einstofna mótefni sem heitir alemtuzumab og þetta búið að nota síðan 2013. Þetta mjög vandmeðfarið lyf, þetta gríðarlega potent en það fylgja þessu mikla reaksjónir þegar þetta gefið í æð og það þarf að gefa 1 gram af sólumetrol með hverjum skammti á hverjum degi og af aukaverkunum þá það svo að það mjög algengt það sem kallaði sekúnder autoimmunitet þannig að það bil 3/4 af þeim sjúklingum sem fá þetta lyf fá síðar aðra sjálfsofnæmi sjúkdóma efsta blaði skjaldkirtilssjúkdómar en líka nýrnasjúkdómar og það lýst eins og diabetes og myasthenia gravis og ýmsu og það þarf að fylgjast gríðarlega vel með sjúklingum sem fá þetta lyf. Þetta gefið sem sé í 2 kúrum með ársfresti í upphafi og svo ekkert meir og sjúklingar sem fá þetta lyf þeir þurfa að skrifa undir samþykki og skila blóð og þvagpröfu mánaðarlega í minnst 4 ár til þess að geta gripið strax inn í ef það ber á autoimmuniteti. Þetta lyf hefur held ég ekki verið notað á Íslandi. Cladribine skráð 2017. Þetta gamalt krabbameinslyf og þetta eins og lemtrada gefið í kúrum í töfluformi í tvígang með ársmillibili. Þetta hefur langvinn áhrif og það sem það sér af þessu fyrst og fremst fækkun á hvítum blóðkornum sem getur verið mjög langvinn og þessu fylgir að sjálfsögðu aukin sýkingarhætta og fleiri gulflögg sem gerir það verkum að það þarf að vera býsna vel slíkuð MS-móttaka til þess að sinna sjúklingum með Cladribine eins og lemtrada. Og númer 3 þarna, það stamcellstransplantasjón, það að segja stofnfrumuígræðsla. Þetta bara líkt og gert við sjúklinga með hvítblæði. Það þarf að öllu jöfnu að dvelja cirka 3 vikur á sjúkrahúsi og þetta mjög þung meðferð. Það til sekúnder autoimmunitet eftir þessa meðferð og það bil 4/4 af þessum sjúklingum getur fengið aktivitet þegar metið eftir cirka 5 ár. Og í lokin hvenær á að byrja meðferð, þetta alltaf álita hvenær á að byrja, við getum byrjað sem það búið að breyta skilgreiningum á MS þannig að við getum byrjað mjög snemma að meðhöndla og það hefur sýnt sig að því fyrr því betra
og svo alltaf álitamál hversu þung vopn maður á að grípa til í upphafi. Það eru til þess sem að telja maður eigi strax að nota aðra línu og bæla sjúkdóma með krafti frá upphafi. Á hinum endanum eru þeir sem vilja stíga varlega til jarðar og trappa sig upp eftir hvernig gangurinn er. Og ég biðst afsökunar á að vera komin hálfa mínútu fram yfir þessar 12 mínútur. Takk. Já, takk fyrir þetta, Gunnar. Þá er það komið að Signý Völu Sveinsdóttur. Hún ætlar að tala mergæxli. Hvað er nýtt? Jú, sæl, góðan daginn, fundarstjóri og þeir sem eru þarna úti að fylgjast með. Signý Völu Sveinsdóttir heiti ég, blóðlæknir og langar að byrja að þakka Friðbirni Sigurðssyni, kollega mínum og samstarfsfélagi hérna á sjúkrahúsinu og Ingu Margréti deildarstjóra fyrir að bjóða mér að taka þátt í þessu sérlega metnaðarfulla og flotta málþingi eða fræðslufundi göngudeildarinnar. Nú eins og vitið, væntanlega hef ég verið að starfa hér á göngudeildinni við hlið Friðbjörns síðan 2014 og verið afar ánægð með að vera partur af þessu frábæra teymi sem starfar hérna. Nú ég fékk það hlutverk í dag að fjalla mergæxli með áherslu á hvað er nýtt. Vissulega er gríðarlega margt að gerast í heimi mergæxlana sem betur fer og tíminn afskaplega naumur til að fara yfir allt það sem er í gangi. En ég held samt að það sé mjög mikilvægt að við rifjum með hans upp hvað mergæxli er. Þau eru upprunnin úr þessum frumum hér, plasmafrumum, sem eru venjulega gríðarlega fallega frumur með hliðstæðan kjarna og kjarnin sem er eins og klukkuskífa samkvæmt skólabókinni. En þær þroskast úr B-frumum og mynda eðlileg immunoglóbulín fyrir ónæmiskerfið okkar. Mergæxli eru þannig upprunnin úr illkynja plasmafrumum sem að mynda svokallað paraprótein í stað eðlilegra immunoglóbulína. Og það er einstofna prótein sem að finnst í sermi eða þvagi og geta verið ýmist heil immunoglóbulín mólekúl eða eingöngu léttakeðjur sem bara þarf hluti af sameindinni. Og einstofna mótefnin finnast með rafdrætti próteina í sermi og skera sig þannig frá fjölstofna eðlilegum mótefnum. Áður voru alltaf að mæla léttakeðjur eða svokallað Bence-Jones prótein í þvagi en í dag notum við mælingu af fríum léttum keðjum, bæði kappa og lambda í sermi sem er mun næmar heldur en mælingar í þvagi. Nú hlutfallið á að vera innan ákveðins bils en ef það er brenglað þá getur það bent til einstofna plasmafrumusjúkdóms. Mergæxli eru þannig sjúkdómur þar sem að fjölgun er á einstofna plasmafrumum í merg sem að þá yfirleitt framleiða einstofna mótefni. Nú einkenni geta orðið vegna mergbilunar þá, vegna áhrifa plasmafrumunar á osteoklasta, vegna sjálfs parapróteinsins sem getur fallið út í önnur líffæri, vegna ónæmisbælingar eða vegna staðbundinna áhrifa plasmafrumuæxla. Og allt þetta getur myndað hinn dæmigerðu myelóma einkenni samkvæmt svokallari Krabb-kríteríu. En það er hækkað kalk í blóði, það er nýrnabilun, blóðleysi og beinabreitingar þar sem að osteoklastarnir sem eru virkari valda úrátum í beinum og þau verða stökkari og einstaklingnum hættara við beinbrotum. Mergæxli er ekki eini sjúkdómurinn með M-prótein, heldur sjáum við það getum séð í öllum öðrum plasmafrumudyskrasíum eins og í amyloidósu, plasmafrumu æxlum, en langalgengasta ástæðan fyrir að við greinum M-prótein eða paraprótein í blóði er vegna MGUS eða monoclonal gammopathy of undetermined significance sem er í raun bara forstig að mergæxli eða mögulegri myndun mergæxli síðar á ævinni. Þannig að það er mikilvægt að skilgreina þessar þrjár megintegundir, þar að segja MGUS frá mergæxli sem þá getur ýmist verið með einkenni eða án einkenna og cut-offið á M-próteini eru 30 grömm á lítir.
Plasmafrumur í merg verða að vera undir 10% ef MGUS er að ræða og engin dæmigerð krabbeinkenni til staðar. Mergæxli með einkennum sem að þá yfirleitt það sem við meðhöndlum er með meira en 10% plasmafrumur í beinmerg og eitthvað af þessum krabbkríteríum er uppfyllt. Einkennalaust mergæxli eins og er með plasmafrumur í merg milli 10 og 60% og ekki dæmigerð krabbeinkenni til staðar. Og mikilvægt er að greina þetta á milli því að það hefur áhrif á hvernig við nálgumst við sjúklinginn eða sjúkdóminn. Tíðni mergæxla er svo sem ekki, þetta er ekki algengur sjúkdómur, þetta er 10% af illkynja blóðsjúkdómum og aðeins 1% af öllu krabbameinstilfellum. Nýgengi er almennt talið vera kringum 6 per 100.000 á ári og tíðnin eykst með aldri en meðalaldurinn í kringum 72 ára við greiningu. Aldursstaðla nýgengi á Íslandi á 60 ára tímabili hefur skoðað þetta mynd frá Krabbameinsfélaginu og þá sjáum við að nýgengið er nokkuð svipað yfir tímabilið fyrir utan þarna alveg fyrst en það er í kringum 4-5 per 100.000. Og ef við skoðum aldursstaðla dánatíðni yfir sama tímabil þá er dánatíðni nokkuð svipuð, þar að segja að fólki deyr úr sjúkdómnum, en hins vegar ef við skoðum 5 ára hlutfallslega lifun yfir tímabilið þá sjáum við að hún hefur stórbatnað og það er vafalaust að þakka innkomu stofnfrumuígræðslu, meðferðarinnar og margra nýrra lyfja síðustu 20 árin. Þá er fróðlegt að skoða meðferðina í sögulegu samhengi við mergæxlum. Í upphafi var melfalan sem er alkylirandi krabbameinslyf og sterar lengst af eina meðferð sem við gátum veitt í sjúkdómnum fyrir utan einhver önnur gömul krabbameinslyf með frekar lélegum árangri. En það er svo upp úr rétt fyrir aldamótin 2000 sem að stofnfrumumeðferð kemur fram á sjónarsviðið og stórbætir lyfjuna og svo ennfremur fjöldinn allir af nýjum lyfjum sem að byrja að koma hvert af öðru eftir árið 2000. Þau helstu nýju lyf sem við erum að nota núna eru af mismunandi flokkum og bara þar helst að nefna ónæmistemprandi lyf eða immunmódulerandi lyf og þar er lenalidomid langalgengast og við höfum notað það kom fram í kringum 2008 cirka og svo nýrri kynslóðar ónæmistemprandi lyf pomalidomid. Lenalidomid er nú partur af fyrstu lyfjameðferðinni okkar við nýgreindum mergæxlum. Nú próteósumhemlar eða bortezomib sem að við byrjum að nota fyrir cirka 15 árum síðan hefur verið hornsteinninn í meðferðinni hjá okkur í dag en alltaf í samsettri meðferð, eða langoftast í samsettri meðferð með háskammta sterum og er núna samþykkt sem fyrsta meðferð. Carfilzomib var samþykkt af FDA í júlí 2012 og við byrjum að nota hér á landi kringum 2019 er nýrri kynslóðar próteósumhemill og svo eru aðrir flokkar sem eins og AKT-hemlar, DAC sem eru histone deacetylasa hemlar en það eru lyf í fasa 2 og 3 stúdíum í samsettri lyfjameðferð. Nú einstofna mótefni daratumab anti-CD38 lyf höfum verið einnig að nota síðustu kannski 3 árin ýmist eitt og sér eða í samsettri meðferð og þetta eru svona þau helstu nýju lyf sem við erum að nota í dag. Þannig að bortezomib, lenalidomid og sterar eru í dag fyrsta meðferð í innleiðslu við nýgreindu míelóma en flestir sjúklingar undir 70 ára fara svo í framhaldinu eftir innleiðslumeðferðinni í háskammta krabbameinslyfjameðferð með eigin stofnfrumuígræðslu og þetta eru kringum 10-12 sjúklingar á ári. Hins vegar er mjög mikilvægt að gleyma ekki stuðningsmeðferðinni sem er einnig stór þáttur í meðferð míelóma, geislameðferð á brot eða hótandi brot sem verkjameðferð og jafnvel plasma og svo stundum plasmasýtóma. Bisfosfonöt eru einnig gríðarlega mikilvægur partur af meðferðinni til þess að styrkja beinin og það er óháð því hvort beinasjúkdómur er til staðar eða ekki. Og bara rétt þess að sýna ykkur hvað er svona dæmigert í gangi í míelómaheiminum og þá er þetta stúdía sem var kynnt á ameríska blóðlæknaþinginu í desember síðastliðnum
að þá verið að skoða mismunandi lyfjasamsetningar í innleiðslu, karfilsomýb með revlimið og dexa eða siklófosfamíð og svo fara allir eru safna stofnfrumum. Þessi hópur fer í háskammtameðferð með stofnfrumustuðningi og svo frekari konsolidering, frekari meðferð með sömu lyfjum aftur og svo í lokin viðhaldsmeðferð. Þessi armur fær eingöngu sömu lyfin allan tíman og sleppir stofnfrumumeðferðinni. Ég ætla svo sem ekki að fara út í þær niðurstöður sem að þessi rannsókn sýndi, en þetta bara til að sýna ykkur hvað verið að reyna að skoða margar mismunandi samsetningar með án stofnfrumumeðferð og með án viðhaldsmeðferðar. Og þessi stúdía var einnig kynnt á þessu sama þingi, en hér stúdía sem ég held að muni jafnvel breyta okkar, eða sérst hafa áhrif á okkar fyrstu meðferð við nýgreindu míelómum. Hér verið að bera saman hópa sem að fær hérna hefðbundnu fyrstu meðferð með Vaffer-D sem ég nefndi áðan versus það að bæta við daratumab einstofna mótefninu meðferðin að öllu öðru leyti alveg eins. Og þá sér maður að það að bæta við daratumab bætir mjög djúpa sjúkdómsvörun bæði eftir 6 og 12 mánuði. Hins vegar hafa rannsóknir ennþá sýnt að þrátt fyrir öll þessi nýju góðu lyf og mismunandi samsetningar að þá stofnfrumumeðferð strax í upphafi besta meðferðin og gefur lengsta sjúkdómsfría tíman. Þannig að transplant betra heldur en að gefa bara Vaffer-D meðferðina hvort sem að þeir ná djúpri sjúkdómsvörun með lágum minimal residual disease eða ekki. Þannig að stofnfrumumeðferðin klárlega komin til að vera áfram hjá okkur í meðferð mergæxla. Hvað var að framtíðina, þá höfum við augljóslega úr fjöldanum öllum að velja af lyfjum, en mikilvægt að finna bestu samsetninguna og sjálfsagt verður engin ein samsetning betur en önnur, heldur það skiptir einnig máli hvar í ferlinu lyfin kom inn, hvaða lyf búið að reyna á sjúkdóminn og þá hvaða lyf eigum eftir, því að sjúkdómurinn getur verið að breytast hjá sjúklingnum. Algengast að beita 3 lyfja meðferð og það eru sterar, háskammtasterar alltaf hluti. Framtíðin jú björt en kostnaðurinn getur aukist, fólki lifi lengur, fleiri fá meðferð og þola meðferðina betur því að þessi nýri lyf eins og target therapy lyfin valda minni aukaverkunum. Þá meira viðhaldsmeðferð sem við vitum heldur ekki hvað við að meðhöndla með lengi. Og spurningin jú alltaf að fá við að nota öll þessi nýju fínu lyf. Ég get eins og sagt ykkur það að öll þau lyf sem að Landspítalinn að gefa við mergæxlum við að gefa hér á Sjúkrahúsinu á Akureyri. Áður en ég hætti þá verð ég kemst ekki hjá því að minnast á þessa rannsókn sem að kollegi minn Sigurður Ingvi Kristinsson stendur fyrir og þið væntanlega hafi heyrt nefnda blóðskimindi Bjargar. En verið að skoða kosti og galla þessa skima fyrir MGUS og hér hefur því öllum Íslendingum yfir 40 ára verið boðið að taka þátt og tekin rafdráttur hjá þeim og ef M-prótein greinist þá skoða hvort MGUS sé að ræða eða mergæxli, það að segja smoldring eða einkennagefandi. Nú meiningin að skoða hvort snemgreining og meðferð mergæxlis í gegnum eftirfylgni MGUS bæti lyfin þessar sjúklinga og eða minni fylgikvilla sjúkdómsins eða meðferðarinnar. Þessi rannsókn fór af stað í lok árs 2016 og það náðist mjög góð þáttaka og að skoða, gera rafdrætti á 75.000 Íslendingum. Það búið greina þó nokkra með míelóma, ýmist smoldring eða einkennagefandi og þetta helling af MGUS sjúklingum. En einnig meiningin að, eða það ekki bara meiningin heldur, hefur verið hafin lyfjatræjal og við erum meðrannsækjendur hér á Sjúkrahúsinu á Akureyri. En þar á að gefa öllum þeim sem greinast með hááhættu smoldring, mallandi míelóma eða einkennagefandi míelóma
þessi samsetningu með nýrri lyfjum, karafilsomib og lenalitamid og sterum og svo bara viðhaldsmeðferð og svo fylgjast með þessum einstaklingum. Þeir fara ekki þannig í stofnfrumu ígræðslu í upphafi. Svo það þeir sem eru með meðal áhættu mallandi mílóma sem að fá eingöngu lenalitamid og dexamethasone og svo þessu fólki fylgt eftir ákveðin tíma og metin sjúkdómsfrí lifun og svo overall survival. Og við erum með nokkra einstaklinga hér sem að eru partur af þessari stúdíu. Tíminn hlaupinn frá mér, nú eins og þið sjáu að þá hefur á síðastliðnum 20 árum gerst gríðarlega mikið í heimi mergæxla og heldur bara áfram. Lyfunin hefur þannig stórbatnað. En það mikilvægt að finna bestu lyfjasamsetninguna í hvað röð skal gefa og svo framvegis. En hins vegar ekkert af þessu nýju lyfjum sem að hafa rutt ennþá stofnfrumumeðferðina úr vegi. Við erum, eins og ég sagði áðan, með þó nokkurn fjölda af mergæxlissjúklingum hér á göngudeildinni sem við erum að veita meðferð og vissulega gríðarlega mikilvægt fyrir þetta fólk að geta fengið þessa meðferð hér og þurfa ekki að fara suður og við erum að veita alla þá meðferð sem að veitir fyrir sunnan. Þannig að ég held að það undirstriki hversu góða þjónustu við erum að veita hérna á sjúkrahúsinu á Akureyri við mergæxlum. Og við þakkum ekki kærlega fyrir áheyrnina. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Signý Vala, mjög áhugavert. Þá ætla ég að leyfa ykkur að hlusta á einn fyrirlestur í viðbót og síðan munum við gera svona cirka 10 mínútna hlé þannig að allir geta aðeins staðið upp og teygt úr sér og náði sér í kaffibolla. Það teymisvinna bólgusjúkdóma í ristli og það Berglind Kristinsdóttir sem ætlar að leyfa okkur að vita allt það. Góðan daginn, ég heiti Berglind, ég er hjúkrunarfræðingur á almennu göngudeildinni þar sem ég starfa á speglun og meltingamóttöku. En meltingamóttakan ný þjónusta sem við byrjuðum að móta og þróa hjá okkur haustið 2019 fyrir einstaklinga með bólgusjúkdóma í meltingavegi. Og í dag ætla ég að segja ykkur aðeins frá starfinu þar. En bólgusjúkdómar í meltingavegi, hvaða sjúkdómar eru það? Það oft talað IBD eða Inflammatory Bowel Disease og undir þann hatt falla þessi sjúkdómar hérna. Langstærsti hópurinn sem við erum að þjónusta eru þeir sem eru með sáraristilbólgu en ég með 100 einstaklinga á lista hjá mér með þá greiningu. Næststærsti hópurinn eru þeir sem eru með Crohns-sjúkdóm, þar ég með 40 einstaklinga og svo eru 20 einstaklingar með greininguna smásæristilbólga. Og svo eru þá færri sem eru með ósértæka ristilbólgu og þeir sem eru með Pouch-sýt. Þetta eru ekki nákvæmar tölur, þar sem ég hef ekki náð algjörlega utan hópinn ennþá, en þetta bara svona rétt til að gefa ykkur smá hugmynd fjöldan. En hvað þá meltingamóttaka og hvað nýtt? Við mótuðum meltingamóttökuna eftir erlendri fyrirmynd en víða erlendis hafa verið starfræktar svokallaðar IBD-móttökur þar sem lögð áhersla á heildræna nálgun og þverfaglega samvinnu og þessar IBD-móttökur hafa gefið góða raun og sannað gildi sitt. Við aðlöguðum módelið að starfseminni hérna og að okkar þörfum og það sem nýtt hjá okkur núna í þjónustunni teymisvinna lækna og hjúkrunarfræðings. Í teyminu eru núna 2 meltingasérfræðingar, þeir Guðjón og Guðmundur Otti og svo ég þá hjúkrunarfræðingur í 20% stöðuhlutfalli. Og svo leitum við auðvitað til annarra fagstétta eftir því sem tilefni til. Annað sem nýtt hjá okkur að við erum búin að auka aðgengi sjúklinga að þjónustu, þannig að núna geta okkar skjólstæðingar haft beint samband við okkur, annaðhvort í gegnum tölvupóst eða síma, þannig að þá þarf fólk ekki að fara í gegnum neitt millilið. Og allir sem koma til okkar fá nafnspjald með þessum tengilega upplýsingum.
Við trúum því að skjólstæðingar okkar upplifi aukið öryggi í því að vita hvert þeir geta leitað ef eitthvað kemur upp á, ef það verður einhver breyting á líðan, ef þeir hafa einhverja spurningar varðandi meðferðina eða bara ef þeir þurfa á einhvers konar stuðningi að halda. Í teymisvinnunni skjólstæðingurinn alltaf í forgrunni og við reynum að vera með heildræna nálgun. Við höfum lagt mikla vinnu í að skilgreina þjónustuna vel og hlutverk hvers og eins. Læknar bera áfram ábyrgð á öllu sem að tengist greiningu, meðferð og meðhöndlun sjúklinga. Þeir meta einstaklinginn og hvort og hvaða rannsóknir þurfa að gera og ennfremur meta þeir hvernig eftirliti skuli vera háttað. Ég sem hjúkrunarfræðingur tek virkan þátt í teymisvinnunni og kem oft með tillögur, ábendingar og spurningar en á endanum liggur ábyrgð á meðferð einstaklinga hjá lækninum. Hlutverk hjúkrunarfræðings þá þessi. Ég reyni að hafa yfirsýn yfir sjúklingahópinn, hvaða einstaklingar eru þetta sem við erum að sinna og hvaða meðferð eru þeir að fá. Þannig að ég reyni að halda svolítið utan hópinn og passa að enginn detti út úr eftirliti sem þarf að fylgja eftir. Síðan ég tengiliður skjólstæðinga við meldingamóttökuna. Ég svara fyrirspurnum og erindum sem berast í gegnum tölvupóst eða síma. Ég met erindin og tek þau upp með læknum eftir þörfum eða þá á teymisfundum. Það mjög misjafnt hve mörg erindi og fyrirspurnir berast dagsdaglega, en alla jafna þetta 1 til 3 erindi sem að berast alla virka daga. Erindin eru líka misbrýn. Við höfum þurft að segja fólki að fara á bráðamóttökuna án tafar, en oft náum við líka að leysa málin í gegnum síma og snúa þannig við versnun á sjúkdómnum. Ég held utan blóðprufuskema fyrir einstaklinga á lyfjameðferð með azatíoprín eða púrinetol. Þessi lyf eru ónæmisbælandi og krefjast reglubundins eftirlits með blóðprufum og ég sé þá að boða einstaklinga í blóðprufu. Ég geri beiðnir, fylgi eftir niðurstöðum og hringi út eðlilegar niðurstöður. Ef einhver gildi eru utan marka þá fer það eftir aðstæðum hvort læknir eða hjúkrunarfræðingur hringir út niðurstöðurnar. Og síðan kenni ég einstaklingum að sprauta sig með líftæknilyfjum, kenni þeim á lyfjapennann og allt í kringum lyfjagjöfina. Síðan eru nokkur verkefni sem eru á sameiginlegri ábyrgð læknis og hjúkrunarfræðings, en þetta eru verkefni sem við erum öll að sinna. Við veitum fræðslu, ráðgjöf og stuðning, við pöntum rannsóknir og fylgjum eftir niðurstöðum, við skrifum tilvísanir á aðrar fagstéttir, við hringjum eftir fylgnisímtöl, við hittum skjólstæðinga á göngudeild, stundum saman og stundum í sitt hvoru lagi. Við reynum þó að hafa það þannig að læknir og hjúkrunarfræðingur eru alltaf saman í greiningarviðtali og svo reyni ég líka að vera með í viðtali ef að erfiðan sjúkdóm að ræða sem svarar illa meðferð eða flókin tilfelli að ræða. Síðan hittumst við alltaf á teymisfundum 1 sinni í viku. Þetta eru stuttir fundir 20 mínútur. Ég sé að undirbúa teymisfundina og þá búin að taka saman alla einstaklinga sem þarf að ræða hverju sinni og hvað þarf að ræða hvern. Á teymisfundunum þá erum við til dæmis að fara yfir niðurstöður rannsókna, hvernig meðferðin gengur, líðan sjúklings, hvort þurfa að gera einhverja breytingar eða fá nýjar rannsóknir. Og síðan endum við á að skipta með okkur verkum, þannig að það sé alveg skýrt hver gerir hvað. Ég ætla að enda á því að segja ykkur aðeins frá verkefnum sem við erum að vinna að núna, því að þjónustan í sífelldri þróun og við erum sífellt að leita leiða til að bæta okkur. Núna erum við til dæmis að vinna að því að skipuleggja verklag í kringum bólusetningar hjá sjúklingum með IBD. Þá ég ekki að tala COVID-bólusetningar, heldur aðrar almennar bólusetningar. Þetta erum við að vinna í samræmi við leiðbeiningar landlæknis og einnig í samráði við heilsugæsluna sem mun koma til með að sjá að bólusetja einstaklinga að okkar beiðni. Ég mun þá sjá að yfirfara bólusetningar og meta hvaða bólusetningar þarf að gefa hverjum og einum og eins hvort það þurfi að mæla einhver mótefni með blóðprufu.
Annað verkefni sem við erum að vinna í núna innleiðing á gagnagrunninum Ísbíó, en það gagnagrunnur staðsettur í Danmörku og ætlaður fyrir sjúklinga á líftæknilyfjum. Landspítalinn nú þegar farinn að nota þennan gagnagrunn og í framtíðinni stefnt að því að allar lyfjaumsóknir fyrir líftæknilyf þurfi að fara í gegnum þennan gagnagrunn. Þannig að það mikil vinna framundan að færa alla skjólstæðinga okkar sem eru á líftæknilyfjum inn í gagnagrunnin, en á móti kemur að það mun hjálpa okkur að fá betri yfirsýn yfir meðferðina og líðan sjúklings, þannig að þetta kemur til með að hjálpa okkur að veita betri þjónustu. Síðan við með mjög háleita drauma og markmið að fá að stækka og víkka út þjónustuna enn frekar, til dæmis með því að taka inn fleiri sjúklingahópa sem getur haft gagn að þjónustunni. En við erum alveg uppfull af hugmyndum og alltaf að leita leiða til að geta gert aðeins betur. Bara svona rétt í lokin til að draga þetta saman, að þá erum við sem að stöndum að meltingamóttökunni mjög ánægð með hvernig til hefur tekist. Þetta fer vel af stað. Eftir því sem starfsemin hefur fest sig í sessi og orðið markvissari og eftir því sem fleiri heyra af okkur, þá hefur umfangið aukist gríðarlega og þörfin greinilega til staðar. Það engin efi í okkar huga að við erum að veita betri og öruggari þjónustu og það sem mikilvægast að skjólstæðingar okkar hafa lýst mikilli ánægju með þetta breytta fyrirkomulag og að geta verið í svona góðum tengslum við okkur. Við vitum að meltingamóttakan virkar. Ef þið viljið fá nánari upplýsingar meltingamóttökuna eða vitið af einhverjum sem þyrfti að vera í sambandi við okkur, þá velkomið að hafa samband og eins þá hægt að nálgast nafnspjöldin fyrir meltingamóttökuna hjá mér. Takk fyrir mig. Frábært, takk fyrir þetta. Berglind. Nú ætlum við að gera smá pásu og standa upp og þið getið náðu ykkur í kaffibolla og aðeins tekt úr okkur og við ætlum að byrja aftur 14:40. Þá höldum við áfram. Jæja, þá tíminn kominn, tími til að halda áfram. Við eigum 5 flotta fyrirlestra eftir og síðan endar forstjórinn á lokahorfum og þannig að það spennandi dagskrá eftir. Við ætlum að byrja á innkirtlamóttökunni. Það Emilía Fönn Andradóttir og Sigríður Sólveig Stefánsdóttir sem ætla að fara með okkur og skoða dælumeðferð við sykursýki. Góðan daginn, ég heiti Sigga og þetta Emilía og við erum á innkirtlamóttöku SAG. Ætlum að hafa smá kynningu okkar starfsemi. Teymið samanstendur af 2 til 3 innkirtlasérfræðingum sem koma sunnan. Rafn Benediktsson yfirlæknir í innkirtlamóttöku fyrir sunnan og stjórnar teyminu hér einnig. 2 hjúkrunarfræðingar sem skipta með sér 90% stöðugildi. Annar hjúkrunarfræðinganna sér utanumhald og skipulag deildarinnar og einn erum við í góðu samstarfi við sáramóttökuna og næringaráðgjafa. Það eru Sara og Þóra sem eru sáramóttökunni og Borghildur og næringaráðgjafi hjá okkur. Hér sjáum við viðfangsefni móttökunnar sem eru á ýmsum toga en hjúkrunarfræðingar innkirtlateymisins sjá þó einungis sykursýkina, bæði típu 1 og típu 2. Ekki fundust nýlegar heimildir algengi sykursýki á Íslandi aðrar en þær sem fjalla meðgöngu sykursýki. En nýjustu heimildir sem fundust eru frá árinu 2012 og gefnar út með gögnum frá Hjartavernd. Sykursýki þó ekki skipt niður en talað 95% sykursýki sé af tegund 2. Talsverð aukning hefur verið hjá karlmönnum sem greinast með sykursýki. Vel haldið utan tölu þeirra sem greinast með meðgöngu sykursýki en veruleg aukning hefur orðið á tíðninni síðastliðin áratug. Þannig greindust 2,1% barnshafandi kvenna með sykursýki og meðgöngu árið 2006 en árið 2019 var þetta hlutfall komið upp í 16,3%.
Samkvæmt WHO, Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, talið að tíðni einstaklinga með sykursýki hafi farið frá 108 milljónum árið 1980 upp í 422 milljónir árið 2014. Einnig telja þeir að algengi einstaklinga með sykursýki eldri en 18 ára hafi hækkað úr 4,7% árið 1980 í 8,5% árið 2014. Skjólstæðingar okkar sem eru með sykursýki tegund 1 eru flestir á pennameðferð ennþá, en þó eru 29 komnir yfir á dælumeðferð. Við erum með þrenns konar dælur í notkun og svo fyrsta er 640G dælan, en hún kom fyrst til Íslands í kringum árið 2016 og eru langflestir af okkar skjólstæðingum ennþá þeirri dælu. Þessi dæla er einhvers konar framlenging af pennameðferð, en í staðinn fyrir að vera með tvenns konar insúlín og talsverða stungum yfir daginn er einungis notast við hraðvirkt insúlín og þarf ekki að stinga sig á nema 3–4 daga fresti til þess að skipta forðahylki. Þar sem einungis er gefið hraðvirkt insúlín má ekki aftengja dæluna í meira en 2 klukkustundir í senn. Með dælunni er notaður sykurnemi sem nemur blóðsykur í millifrumuvökva og sendir dælunni nýjar upplýsingar á 5 mínútna fresti. Með því er hægt að títra inn litla skammta af stuttverkandi insúlíni til að koma í veg fyrir sykurföll, en dælan slekkur á insúlíngjöfinni ef einstaklingurinn nálgast blóðsykursfall eða er kominn í blóðsykursfall. Hjúkrunarfræðingar og læknar aðstoða skjólstæðingana við að stilla inn grunnskammt dælunar sem virkar þá eins og langvirkandi insúlín. En dælan gefur fasta skammta sem settur eru inn handvirk eftir því hvaða tími sólarhrings er. Einnig er sérstakt kerfi innan dælunar sem kallað Bolus Vissard sem aðstoðar skjólstæðingana við að áætla magn insúlíns á móti því sem þeir ætla að borða. En það er þá stillt inn kolvetnahlutfall og leiðréttingarstöðull sem er gert líka í eftirliti hjá okkur. Endurmat á öllum þáttunum fer síðan fram á 3 mánaða fresti. En ef við förum aðeins yfir hvað Bolus Vissardinn er, þá er það notað þegar einstaklingurinn borðar eða ætlar að gefa sér leiðréttingu og þá er ráðlagt að hann noti Bolus Vissardinn. En Bolus Vissardinn er kerfið, eins og ég sagði áðan, innan af dælunni sem reiknar út fyrir einstaklingar hve margar einingar af skammvirku insúlíni hann þarf til þess að dekka máltíðina eða leiðrétta blóðsykurinn. Eins og sjá má á myndinni er fyrst sleginn blóðsykur. Flestir einstaklingar nota hér tölu frá sykurnemanum þótt það sé ekki mælt sérstaklega með því. Því næst er slegið inn hve mörg grömm af kolvetni sé einstaklingurinn að fara að borða og dælan sér þá að reikna út eftir stillingu sem við setjum inn hve margar einingar einstaklingur þarf til þess að dekka máltíð eða leiðrétta blóðsykur, en þetta er einnig hægt að gera samtímis. Einnig tekur dælan tillit til hversu margar einingar af virku insúlín eru til staðar nú þegar í kroppnum og mínusar þær frá. Árið 2017 kom svo 670G dælan. Helsti munurinn á þessari dælu og 640G hérna á undan er kerfi sem kallast automót. Það kerfi lærir inn á skjólstæðinginn eftir sérstökum algoritma og stjórnar svo sjálf grunninsúlínu út frá því hver blóðsykursgildi einstaklingsins er og hver stefnan á gildanum sé. Dælan tekur sér í upphafi 4–5 daga að læra á skjólstæðinginn með því að safna gögnum frá sykurnema og hvernig kolvetnaskráningin er. Það eru alltaf settar stillingar inn í dæluna líkt og 640G dælu var að ræða til þess að nota sem öryggisatriði ef einstaklingur dettur út úr automót. Dælan miðar við það að ná skjólstæðingunum niður í 6,7 millimól á lítur í blóðsykri. Það sem einstaklingur þarf að hafa í huga hér er nákvæm kolvetnatalning og gefa sér leiðréttingabólusa ef sykurinn hækkar. Á efri myndinni sést mynd af manual mode sem er þá líkt á 604G dælan, sést á bleiku línunni að það gefur svona fyrirfram ákveðna skammta. Fjólubláu doppurnar eru þá insúlíngjöfin og appelsínugulu doppurnar tákna grömm af kolvetni sem sett eru inn. Á neðri myndinni er svo mynd af þegar dælan er komin yfir í automót, en þá sést hvernig grunnurinn er breytilegur eftir því hvernig bleiki liturinn hækkar og lækkar, en kolvetni og insúlín að bólusar eru táknaðar með eins mynd. .780G dælan kom svo til Íslands í fyrra eða árið 2020.
Hún er uppfærsla af 670G dælunni. Þessi dæla er þá orðin talsvert fullkomnari en 607 dælan, en það eina sem einstaklingur þarf að hugsa núna er að setja inn kolvetni. Í staðinn fyrir átamót er hér talað smarkart. Þessi dæla stjórnar hér grunnunum ásamt því að gefa leiðréttingabólusa sjálf. Ef dælun er búin að vera með grunnskammti í hámarki í 5 mínútum, gefur hún leiðréttingabólus og sem er endurtekin eftir þörfum. Og einnig ef sýkum nema mælingin fer yfir 6,7 og leiðréttingabólusar eru táknaðar hérna á myndinni með svona litlum bláum doppum, ekki með neinni kúlu undir. Á þessari dælu er val hvar einstaklingur vill hafa sinn viðmiðun blóðsykur og þá er hægt að velja 5,5, 6,1 og 6,7 sem er þá bara valmöguleikin í 670 dælunni. Viðmótið þessari dælu er einnig orðið mjög notendavænt en einstaklingar geta nú nálgast app og sé þá allar tölur og framkvæmdir sem dælan gerir í gegnum appið. Það spara það að þurfa að rífa upp dælunni hvert skipti sem einstaklingur vill sjá sykurlag eða aðrir varanir koma. Eina skipti sem einstaklingur þarf þó nauðsynlega að taka upp dæluna eða þegar slegin inn kolvetni. Með því að tengja síma við dæluna hliðar hún einnig sjálfvirkt upp skýrslu í ský sem hægt að tengja við göngudeildina og þá geta heilbrigðisstarfsfólk nálgast skýrsluna og aðstoða einstaklinginn án þess að þurfa að gera sér ferð upp á spítala. Einnig er hægt að ná í app fyrir aðstandendur þar sem þau geta þá fylgst með sykurlagi einnig og fá þá meldingar það ef sykurinn er hár eða lágur í sykri. Er mjög hentugt fyrir börn eða foreldra sem eru með börn á eins og dælu. Ef við tökum sem dæmi þennan 36 ára gamla karlmann sem við munum kalla hér eftir Nonna sem hefur haft sykursýki frá 16 ára aldri eða allt frá árinu 2000. Hann var í mikilli afleitu fyrstu árin eftir greiningu og seint takmarkað sykursýki, entist ekki í skóla, fór bara að vinna og vildi helst ekkert skipta sér af þessari sykursýki neitt. HbA1c er langtíma blóðsykursmæling en hún tekur með að því hver meðalblóðsykurinn hefur verið síðast liðna 3 mánuði. Fyrir einstaklinga eins og Nonna er markmið að vera milli 50 og 55 millimól á mól sem samsvarar þá 6,57% á gömlu mælingunni. Fari einstaklingar yfir 64 millimól á mól eða 8% eykur það talsvert líkurnar á því að þróa með sér áhættuþætti svo sem hjartaáfall, heilablóðfall eða blæðingu í augnbotnum. Því miður fundust ekki nýrri gögn en 2012 í sjúkraskránni hans Nonna en þá er hann með langtíma gildi 85 millimól á mól sem samsvarar 10% sem er frekar hátt og gert er ráð fyrir að hann hafi ekkert verið neitt mikið lægri eftir þessi 10 ár sem vantar upp á. Nonni var ekki í reglubundinu eftirliti frá árinu 2002, þá 18 ára til ársins 2012 en þá var hann lagður inn á gjörgæsludeild vegna blóðsýringar. Þrátt fyrir að vera komin í eftirlit synti hann sykursýkinni illa, mældi sig sjaldan og gaf sér staðlaða skammta af máltíðarinsúlíni. Upplifði mikinn kvíða og vanlíðan í tengslum við sykursýkina og fannst hún íþyngjandi. Líkt og sjá má á hans langtíma blóðsykursmælingum hérna á myndinni fyrir ofan nær hann aldrei almennilegum tökum á sinni blóðsykurstjórn. Byrjað var að ræða við hann dælumeðferð árið 2012. Hann var ekki spenntur fyrir þeirri hugmynd en þó nefnt í nær hverju einasta eftirliti eftir það þar til hann játar að fara á biðlista fyrir dælu árið 2016 en hætti í tvígang við eftir boð á fornámskeið. Aðal ástæða þess að hann vildi ekki fá dæluna var tilhugsun að hafa hana hangandi utan á sér allan sólarhringinn, fannst fráhrindandi að vita til þess að fá spurningar varðandi hvers kyns þessi dæla væri og allir myndi vita af hans sykursýki. Í lok ársins 2018 þiggur hann loksins boð að fá dælu og setur dælunámskeið og hann fær svo dæluna sína í febrúar árið 2019 og það er hægt að sjá hérna á hans langtíma mælingu mikinn mun á hans blóðsykurstjórnu. Nonni er þó ekki enn að fullu sáttur við að vera með sykursýki en finnur þó fyrir minni kvíða og vanlíðan í tengsli við hana. Þrátt fyrir að hafa verið mjög hikandi við að hefja dælumeðferð getur Nonni ekki hugsað sér að fara aftur tilbaka á pennameðferð og hann bíður spenntur eftir að fá 780G dæluna sem er talið auka hans lífsgæði bara til muna. Þá er bara þetta komið í okkur og þökkum við fyrir. Takk til að.
Takk fyrir þetta, Emilía og Sigga, mjög áhugavert. Þá það Friðbjörn Sigurðsson, það Akureyrarveikin 70, en eitthvað nýtt? Það verður áhugavert. Hér verður rætt Akureyrarveikina og því velt upp hver tengsl hennar eru við samtímann. Akureyrarveikin kom þessum bæ á alheimskortið í læknisfræðinni fyrir rúmlega 7 áratugum. Faraldurinn byrjaði veturinn 1948-9 og var í fyrstu talin vera mænusótt og að því virtist með gildu rökum. En þegar leið á þótti veikin ýmsu haga sér ólíkt því sem var með mænusóttina og fékk hún nafnið Akureyrarveikin eða Morbus akureyriensis. En af hverju rifja ég þetta upp hér á málþingi almennu göngudeildina á sjúkrahúsinu á Akureyri? Skýringin nýstofnuð eining á deildinni sem hyggst sýna sjúklingum eða MS-sjúkdóminn. Hvernig byrjaði þessi sjúkdómur og hvar? Nú, það var í lok september 1948 sem 18 ára piltur á Svalbarðsströnd veiktist. Nokkrum vikum síðan veiktist stúlka á Akureyri og nokkrum dögum eftir það 18 ára piltur úr gamla Arnarneshreppi. Síðan fór tilfellum að fjölga og þetta urðu alls 465 tilfelli sem voru skráð hér í Akureyrarbæ. Menntaskólinn á Akureyri og sérstaklega heimavistin fór illa út úr þessu sjúkdómi og eins og sést á þessum tölum hér að þá veiktust 34 af 70 nemendum heimavistarinnar. Veikin dreifði síðan út landið. Hún kom upp í Skagafirði, það eru alls 147 tilfelli sem greindust á Sauðárkróki, 206 tilfelli á Ísafjarðarhéraði, veikin kom upp í Reykjaskóla í Hrútafirði, í Fornahvammi og svo var það nokkrum árum seinna, eða 1954 til 55, sem kom upp samskonar faraldur á Þórshöfn á Langanesi og hins vegar á Patreksfirði, Þingeyri og Bolungarvík. Nú bólusetningi við mænusóttinni byrjaði 1955 og það virtist vera að hún hefði verndandi áhrif á Akureyrarveikina. Nú einkenni sjúkdómsins voru þreyta, verkir, lömun. Þetta voru oft verkir aftan í hnakka, háls eða baki, leiddi út í útlimina, það var hitabella, aðeins hraður púls. Stundum voru þetta skyndileg veikindi en margir höfðu slappleika í nokkra daga. Það var þreyta og magnleysi en oft var skoðun ómarkviði í byrjun. Margir fengu svo ýmis lömunareinkenni. Það einkenndi þennan sjúkdóm að fólk var lengi að ná sér. Ef menn fengu væg einkenni lágur oft í rúmið 2 til 4 vikur. En við verri einkenni þá var alvanlegt að menn voru að liggja 2 til 3 mánuði. Nú, íslenski vísindamenn skráðu þennan sjúkdóm mjög vel og fylgdu sjúklingum eftir og birtu til dæmis eftirfylgd 6 árum eftir að sjúkdómurinn greindist og síðan nokkrum áratugum síðar til dæmis 40 árum síðar og auk þess að voru langtíma áhrif sjúkdómsins á geðheilsu skoðuð. Þetta voru helstu aðilarnir sem voru hafa verið að rannsaka þennan sjúkdóm og vissulega má vera að það vanti einhvern á þennan lista. En niðurstaðan eiginlega þessi. 20% af sjúklingum sem veiktust á Akureyrarveikinni náðu sér alveg. 60% gátu lifað sem næstlegu lífi en höfðu óeðlilega mikla þreytu oft á tíðum. 20% voru veikir fyrir lífstíð. Nú, var þessi faraldur hér einsdæmi? Ó nei, alls ekki.
Það var reyndar búið að lýsa honum áður en ekki svona vel eins og var gert hér erlendis. Fyrsti faraldurinn sem vitað kom upp í Los Angeles árið 1944. Síðan hafa verið fjölmargir faraldrar í gegnum árin og hérna nefnum við nokkra hér á 5. áratugnum, 7. áratugnum, 7. áratugnum, 8. áratugnum, 9. áratugnum. Þetta allt vel skráð og svo framvegis. En hvað heitir nú þessi sjúkdómur? Upphaflega festist Akureyrarveikin á þennan sjúkdóm á ensku Akureyri disease eða oft Icelandic disease og Eimir að þessari nafngifta aðeins þá. En þetta var nú nafni sem kom tiltölulega fljótt á sjúkdóminn, benign myalgic encephalomyelitis. En það var nú Björn Sigurðsson sem var nokkuð fremsti vísindamaður á þessu tímabili sem mótmælti þessu nafni því hann sagði að þessi sjúkdómur væri ekkert svo góðkynja. Hér má nefna að dönsk rannsókn sýndi að lífsgæði sjúklinga með alvarlegan MS-sjúkdóm verri en sjúklinga með lungnakrabbamein á 4. stigi. Þannig oft á tíðum það ekkert svo góðkynja sjúkdómur. Það hefur ekkert verið fjallað mikið þennan sjúkdóm og ég nefni hérna sem dæmi umfjöllun á Ríkissjónvarpinu fyrir réttum ári síðan þar sem segir að margir mættu litlu skilningi og jafnvel var talað að Akureyrarveikin væri ekki raunverulegur sjúkdómur, heldur aðeins taugaveiklun eða móðusýki. Það var viðtal við Núma Adolf Sveinbjörnsson sem var 10 ára þegar hann veiktist og hann segir, þetta var ekki rætt. Manni fannst að þetta var eitthvað sem mætti ekki tala og ætti ekki að tala Maður satt bara uppi með þetta og situr með þetta enn. Svo var nú annað sem gerðist. Það birtist grein í British Medical Journal árið 1970 þar sem höfundar tóku saman 15 faraldra af myalgic encephalomyelitis. En það kom nú í ljós að þessir höfundar höfðu ekki skoðað þetta einasta sjúkling. Þeir vildu meina að þetta væri móðusýki og eiginlega massa móðusýki og vildu nefna sjúkdóminn myalgia nervosa. Því miður þá festust þessar hugmyndir rótum, sérstaklega í Bretlandi. Þegar Mac Eveti var síðar spurður af hverju þeir skrifuðu þessa grein, var svarið að þetta hefði verið auðveld leið til að skrifa doktorsritgerð. Þetta olli miklu skaða. Það hægði á rannsóknum og sjúklingar einangraðust enn frekar. Það voru margir til að mótmæla þessu og hér til dæmis okkar frábæri Sverrir Bergmann heitinn í Morgunblaðinu árið 1993. En það var viss skaði sem varð og þann hefur eiginlega ekki verið bættur fyrir nú á allra síðustu árum. Sjúklingasamtök hafa reynt að vekja athygli á þessum sjúkdómi og það til dæmis barátta sem heitir Milljón týndir. Hér atburður sem átti sér stað árið 2018 þar sem ME-félagið vildi minnast þeirra sem fengu Akureyrarveikina og settu 465 skópur á tröppur Akureyrarkirkju. Ýmsir sjúkdómar eru taldir geta komið MS-sjúkdómum á stað. Oftast eru þetta sýkingar og ég nefni þetta nokkra sýkingar sem eru vel þekktar að geta komið af stað MS-sjúkdómi í framhaldinu. En það fleira.
Ég til dæmis með allnokkrar konur í eftirliti sem hafa greinst með brjóstakrabbamein og hafa aldrei náð sér og að uppfylla þær öll skilmerki MS-sjúkdómsins. Já, svo það, þau tóku kannski eftir á listunum hér að framan að kórónuveirur eru þekktar að því að valda MS-sjúkdómum og það var þekkt í þessu MERS faraldri sem að vísu enn í miðaustur Asíu að hluti þeirra sjúklinga nær sér aldrei og fá einkenni MS-sjúkdómsins. Það sama má segja SARS sem var faraldur fyrir 1-2 áratugum sem var sérstaklega slæmur í Toronto. Sjúklingum þar var fylgt eftir og alltaf 30% af þeim sjúklingum náði sér bara alls ekki og voru með síþreytu og MS-sjúkdóm og komist ekki til vinnu. En hvað þá með málan í dag, COVID-19? Já, hér einn grein sem birtist í Lancet nú í janúar frá Kína, þar sem þeir vekja athygli á því að í 6 mánaða eftirliti hjá þeim verulegur hluti sjúklinga með síþreytu. Menn hafa miklar áhyggjur af þessu og mikið ritað þetta í fjölmiðlum. Hvað það ef þú nærði bara aldrei af COVID-19 sýkingunni? Einkennin eru mjög svipuð síþreytu einkennum sem MS-sjúklingar hafa. Nú eru íslenskar rannsóknir í gangi sem gætu hugsanlega skýrt út tengslin milli COVID-19 og MS-sjúkdómsins og nú nýlega var haldið kynning á þessari stöðu mála eða stöðu verkefnisins hér hjá alþjóðlegum samtökum sem við tengjumst. Nú, það meira og meira verið að fjalla MS-sjúkdóminn í fjölmiðlum og hér til dæmis góð grein í New York Times fyrir örfáum árum síðan. Nú, ef við aðeins skoðum aftur hvað MS-sjúkdómurinn? Nú, þetta alvarlegur sjúkdómur sem getur valdið mikilli fötlun. Sjúklingar geta oft á tíðum ekki sinnt venjulegum störfum. Stundum eru þeir rúmlingjandi, þeir geta haft gríðarlega þreytu sem lagast ekki við hvíld, getur versnað við minnsta álag, hvort sem það er líkamlegt eða álag, en það sem helsta einkenni sjúkdómsins umfram aðra þreytusjúkdóma þessi örmögnun vegna áreynslu eða álags sem kemur degi eða 2 eða jafnvel síðar eftir að áreynslan á sér stað. Nú það eru svefnvandamál, skortur einbeitingu og margir lýsa heilaþoku, verkir og svima, en sjúklingarnir eru bara oft ekki neitt veikindalegir. Sjúkdómurinn breytir getu fólks til að sinna þörfum daglegs lífs. Þeir eiga ofta erfitt með að halda vinnu eða vera í skóla eða taka þátt í fjölskyldulífi eða félagslífi og einangrast því oft. Þessi sjúkdómur getur verið staðið í fleiri ár og haldið alvarlegri fötlun. Það talið að minnstakosti 4 sjúklinga komist bara ekkert út úr húsi eða rúmringill í langa tíma. Nú, þessi sjúkdómur getur komið fyrir alla. Hann algengar í konum. Nú, við vorum með málþing á læknadögum fyrir rúmu ári síðan og í kjölfarið var allnokkur fjölmiðlaumræða og hér til dæmis viðtal við Svein Benediktsson, hugbúnaðarráðgjafa, þar sem hann lýsir sínum einkennum og segir þetta sé eins og vera með flensu í 5 ár. Nú, hversu algengur þessi MS-sjúkdómur? Nú, það nú ekki vitað, en að það talið að sjúkdómurinn sé vangreindur. Nú, ef tölur og rannsóknum eru farðar yfir á Ísland, að þá má búast við því að það séu 1000 einstaklingar með sjúkdóminn hér á landi. Konur greinast 3 sinnum oftar með sjúkdóminn en karlar. Hann getur lagst á alla kynþætti,
Hann getur verið hjá börnum og hann getur verið hjá fullorðnum. Allt að, fólk 70 getur fengið sjúkdóminn. Enginn eins og við sögðum áðan getur staðið í mörg ár og fæstir ná fyrir heilsu. Sjúkdómur veldur fjárhagslegu tjóni fyrir samfélagið, svo ekki talað sjúklingana sjálfa. Það hópur lækna sem vill vekja athygli á þessum sjúkdómi og kynna hann. Við þurfum að útvíkka þennan hóp og við þurfum sérstaklega að leita til annarra fagstétta. Hvert hlutverk þessa hóps? Við erum að reyna að kynna sjúkdómi fyrir læknum. Við erum að leita leiða til að MS-sjúkdómur sé skráður. Við viljum vekja athygli vísindasamfélagsins á Íslandi á rannsóknum á sjúkdómum. Við viljum kynna sjúkdómi fyrir heilbrigðisyfirvöldum og að koma verði skipulagri heilbrigðisþjónustu á fyrir MS-sjúklinga. Við erum þátttakendur í alþjóðlegu samstarfi MS-sjúkdóminn og við viljum kynna sjúkdóminn fyrir almenningi í samvinnu við sjúklingasamtökin MS-félagið. Við erum búin að skrifa leiðbeiningar á íslensku sem við fengum leyfi til að þýða og staðfæra úr bandarísku leiðbeiningum. Við fjallum þar hvernig sjúkdómurinn greindur, en hér náttúrulega skerðingaræða þeirri færni sem einstaklingur var með áður, en aðaleinkenni sjúkdómsins þessi örmögnun eftir áreynslu. Sjúklingur vaknar þreyttur, óháð því hvað hann búinn að sofa lengi, og hann oft á tíðum með skerta hugræna virkni. Það þarf að gæta að mismunagreiningum, því þessi sjúkdómur getur líkst mörgum öðrum sjúkdómum sem hægt að meðhöndla á sértækan hátt. Hvað meðferð í sjúkdómnum? Það ekki enn komin sértæk meðferð fyrir sjúkdóminn. Patofysiológin ennþá ekki almennilega skýr, en aðal meðferðin felst í því að reyna að styrkja sjúklinginn og fjölskyldans, meðhöndla einkennin og meðhöndla fylgikvilla. En hvað nafngiftina á þessum sjúkdómi? Þetta alls ekki gott nafn. Hún fest samt í flestum tungumálum. ME-síþreyta eða ME-CFS. Verið kallað síþreyta á íslensku. Síþreytufár, þreytuveiki, en við erum ekki með almennilegt gott íslenskt orð yfir þennan sjúkdóm. Og Björn Sigurðsson sagði svo ágætlega frá þessu í Lancet fyrir 65 árum að það var eiginlega ekki hægt að finna gott nafn á hann sjúkdóm fyrir við skildum hann betur. En hvað þá með ME og almennu göngudeildina? Við erum búin að leggja drög að klíník, ME-klíník. Fyrstu sjúklingarnir eru byrjar að koma. Við höfum meira að fengið fyrirspurnir hvort að megi senda sjúklinga frá Reykjavík til okkar. Það þarf hins vegar að byggja miklu betur utan þessa starfsemi. Það þarf að byggja upp teymi margra fagstétta. Við þurfum að koma á formlegu samstarfi við heilsugæsluna og Kristnes og það má ímynda sér að á Akureyri verði ráðgjafarmiðstöð á landsvísu. En við ætlum að kynna þessar hugmyndir fyrir landlækni á næstunni. En hvað á þessi klíník þá að heita? Akureyrarklíníkin? Ja, það óskað eftir hugmyndum. Takk. Takk fyrir þetta, Friðbjörn. Mjög áhugavert og klárlega þarft og bara afskaplega spennandi að við séum að stíga þessi skref hér á sjúkrahúsinu á Akureyri. Þá komið að Gunnari Þór Gunnarsinni og hann ætlar að tala Fabry sjúkdóminn. Komið sæl, Gunnar Þór Gunnarsson heiti ég er sérfræðingur í lyfjalækningum og hjartasjúkdómum hérna á SAK. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá Fabry sjúkdómi
sem sjaldgæfur, arfgengur efnaskiptasjúkdómur. Ástæðan fyrir því við ætlum að tala Fabry-sjúkdóm hér í dag er að SAK hefur verið framarlega í greiningu og meðferð og brautryðjandi því réttara sagt á Íslandi. Öll tilfelli Fabry-sjúkdóms á Íslandi hafa greinst hér á SAK eða með milligöngu SAK. Fyrsta tilfelli greindist 2019 hérna á SAK. Ég greindi það á grunni klínisks grunns við rannsökum þá fjölskyldu svo vel og hófum meðferð á 3 einstaklingum 3 árum seinna. Nú í kjölfarið á því, eða á sama tíma vorum við að rannsaka hjartavöðvasjúkdóm sem heitir ofvaxtar hjartavöðvakvilli sem veldur þykknuðum hjartavöðva og stundum í Fabry-sjúkdómi þykknar hjartavöðvinn líka. Við söfnuðum saman öllum sjúklingum með ofvaxtar hjartavöðvakvill á Íslandi, rannsökuðum þá mjög vel og birtum þessa grein hér árið 2014 í Circulation, fyrst og fremst í samstarfi við félaga okkar í erfðafræðideild Harvards háskóla. Þetta er rannsókn sem ég stýrði og var hluti af doktorsverkefni Berglindar Aðalsteinsdóttur. Nú, við skoðum sem sagt alla sjúklinga með ofvaxta hjartavöðvakvilla sem við fundum á Íslandi og gerðum meðal annars erfðafræði rannsókn á þeim og fundum þá nokkra sjúklinga úr 2 fjölskyldum sem voru ranglega greindir með ofvaxta hjartavöðvakvilla og voru í rauninni með Fabry-sjúkdóm. Þá sjúklinga og aðstandendur þeirra rannsökuðum við svo mjög nákvæmlega því þetta voru sem sagt erfðabreytingar sem ollu þessu sem ekki hefði verið lýst áður. En við rannsökuðum þá sjúklinga mjög vel til að ákveða hvort þetta væri sjúkdómsvaldandi erfðagalli eða ekki og skilgreindum það og skrifuðum grein og birtum aftur í Circulation, í þetta skipti Circulation Cardiovascular Genetics árið 2017 og það var sem sagt skrifuð ritstjórnargrein í sama blaði. Undum þá rannsókn í samvinnu við fyrri aðila sem við unnum með og einnig með samvinnu við Mount Sinai sjúkrahúsið í New York. En hvað er Fabry-sjúkdómur? Fabry-sjúkdómur er svokallaður meltikornasjúkdómur. Meltikorn er líffæri í frumunni sem sér að brjóta niður ýmis efni sem falla til og koma þeim það horfa að segja að skilja þau út úr frumunni og líkamanum eða endurnýta. Það eru til margir sjúkdómar sem tengja sköllum í meltikornum og yfir 40 sjúkdómar, til dæmis Fabry-sjúkdómur, Hunter-sjúkdómur, Danon, Gaucher, Niemann-Pick, Tay-Sachs og fleiri. Þetta eru mjög sjaldgæfir sjúkdómar sem fæstir þeirra hafa greinst hér á Íslandi. Þetta eru sjúkdómar sem maður vonar alltaf að koma ekki úr prófinu þegar maður er að taka prófa því þeir eru alltaf í einhverjum undirmálsgreinum eða risastórum töflum sem enginn les. Nú gallinn sem er undirliggjandi þarna er galli í svo niðurbrot og svokölluðum svingólípidum sem eru sem sagt efni sem eru í frumu himnum. Eins og við sjáum þessari mynd þá er ferli og niðurbrot svingólípida mjög flókið. En til að gera þetta einfalt þá felst Fabry-sjúkdómur í því að það vantar ensím til þess að brjóta niður visst efni. Ensímið heitir alfa-galaktósíðasi og brýtur hlut í langri keðju og niðurbroti þessara svingólípida. Þegar ensímið vantar eða það er galla þá hlaðast upp niðurbrotsefni sem er kallað GL3 og lýsó-GL3. Þau hlaðast upp í æðaþeli og í nýrum, hjarta, heila, taugum, augum og húð og valda einkennum og fjölkerfabilun. Þetta er mjög alvarlegur sjúkdómur í sínu versta formi og styttir ævi fólks að meðaltali 15 til 25 ár, jafnvel 30 ár. Þetta erfist á kynlitningnum, á öðrum kynlitningum, svokallum X-litningi og svokallum víkjandi galli. Og það er til í þessu geni og X-litningum yfir 400 stökkbreytingar sem geta valdið þessum sjúkdómi. Þetta er gríðarlega sjaldgæfur sjúkdómur í sínu hefðbundna formi. Oft talaðum við segja yfir 1 á móti 120.000 sveinbarna sem eru með þennan galla. En hann í vægara forminu sem að menn hafa verið að gera sig grein fyrir betur á síðustu árum meðal annars með rannsóknum okkar, þá er tíðnin kannski 1 á móti 5.000 eða 1 á móti 10.000.
Og svona erfist þetta X-tengt. Konur eru með 2 X-litninga og í þessu tilfelli annar þeirra gallar og erfist þá til helmings allra dætra og helmings allra sona, en ef að faðirinn ber sjúkdóminn þá hann bara með einn X-litning og hann erfir þá bara dætur sínar af þeim litningi. Allar dætur en enga syni. Nú, einkenni og horfur þessa sjúkdóms eru, til að gera langa sögu stutta, að í sínu hefðbundna formi, klassískum Fabry-sjúkdómi, oft mjög mikil einkenni á barnsaldri og unglingsaldri. En það ekki komnar líffæraskemmdir sem hægt að mæla. Þessir krakkar, þá aðalega strákar, eru með gríðarlegt verkjavandamál. Þeir fá krísur með mjög slæmum verkjum. Þeir eru oft með verk í útlimum og dofa og þeir ná ekki að svitna. Og það gerir það verkum þeir þola hita mjög illa og það hrindir af stað gríðarlegum verkjum og oft gengur út í bylgjum. Og oftast það þannig að enginn veit hvað þessi verkir koma og þessi drengir líða mikla kvalir sem geta fylgt mjög alvarlegir sálræn einkenni eins og við höfum séð hjá okkur. En hér ekki hægt að mæla annað en að láta sér detti í hug að sjúkdómurinn sé til staðar og mæla þessi efni sem vantar. Nú þegar maður kemur upp á efri unglingsár og ungfullorðinsár þá kemur oft fram prótínmiga í þvagi, einkenni frá meltingarvegi og oft koma þá fram útbrot, svokölluð angíókeratóma sem eru hins vegar mjög lúmsk og mörgum yfirsést. Þegar maður eldist og kemst upp að 30-40 þá fara að koma í þessi líffæri óafturkræfar skemmdir í nýru, í heila og taugakerfi, með heilablóðföllum og fleira, með hjartabilun og ýmsum öðrum einkennum frá hjarta og með heyrnarleys og tinnitus og fjölda annarra einkenna. Nú, dæmigerður Fabry-sjúkdómur var það sem ég var að lýsa, snemmkomin einkenni og fjölkerfabilun. Ódæmigerður Fabry-sjúkdómur sem við höfum séð í 2 fjölskyldum í Íslandi, þá ensímið sem ég nefndi ekki alveg óvirkt, heldur það einhver virkni í því. Þannig að það verður eitthvað niðurbrot á þessum óæskilegum efnum þau hlaðast upp að einhverju leyti. Og það þetta að mæla ensímvirknina og það virðist vera því minni ensímvirkni sem þú ert með, því meira veikur verður. Stundum hafa menn talað að þetta sé tengt vissum líffærum, að sé til hjartafabri, nýrnafabri, en ég trúi því ekki. Ég held að þetta sé almennt yfir, því meiri ensímvirkni, því minna veikur, því minni ensímvirkni, því meira veikur. Konurnar eru svo sérkafli hérna því þær eru með 2 X-litninga, þannig það ætti þá að vera annar þeirra í lagi og þær ætti þá að vera með alveg 50% virkni í þessu ensími, af því að það eru 2 litningar sem alveg yfirdrifið nóg til þess að brjóta niður þessi efni. En það svo einkennilegt að af því að konurnar eru með 2 X-litninga þá í hverju frumu slökkt á öðrum þeirra. Það kallað lionization. Og það hipp sem haps ákvörðum slökkt. Sumar konur, ef maður kastar upp krónu fyrir hverja frumu í líkamann, þá ætti maður að lenda, eins og sagt eru góður íslensku 50-50, að slökkva til skiptis nokkuð jafnt á gallaða litningnum og þeim sem ekki gallaður. En sumar konur eru óhefnar og slökkva á stórum hluta á litningnum sem í lagi og geta þá fengið alvarlegri sjúkdómsmynd sem að teygja sig nærri því að vera svo hún hjá körlum. Nú, það eru 3 fjölskyldur í Íslandi. Þetta fyrsta fjölskyldan sem við fundum, lítil fjölskylda með Fabry-sjúkdóm, 3 karlar með dæmigerð einkenni, 3 konur sem eru með engin einkenni. Þetta svo önnur fjölskyldan sem með ódæmigerða Fabry-sjúkdómin, stór fjölskylda hér. Þetta svo 3. fjölskylda, risastór fjölskylda sem þeir rætur til Danmerkur líka. Nú, hvaða meðferð hægt að gefa? Það hægt að gefa svo kallar sértæka ensímmeðferð. Það hægt að reyna að bæta upp þetta ensím sem vantar. Og sú meðferð hefur verið þekkt frá 2001 og það svo kallar ensím uppbótarmeðferð og þá hreinlega gefið ensímið sem vantar. Það til 2 lyf sem hægt að gefa. Það þetta lyf hér sem heitir Fabrasim sem við gefum hér á 2 vikna fresti og það annað lyf, annað ensím,
annað form af ensími sem heitir Replagal, sem er gefið á 2 vikna fresti líka. Nýlega komið á markaðinn mjög merkilegt lyf sem er í raun og veru ekki ensím, heldur það svo kallað chaperone eða hjálparprótein sem einfaldlega tekur þetta gallaða ensím og réttir úr því, þannig að það fer að virka. En það er ekki hægt að nota það við þennan hefðbundna klassíska Fabry-sjúkdóm, heldur einungis mildari afbrigði sjúkdómsins en það ódæmigerða og ekki alla þar. Kosturinn við þetta lyf að það er hægt að gefa það í töfluformi. Og þá er hugsunin þessi að í staðinn fyrir að þetta gerist, að líkaminn get ekki losað sig við ruslið og það hlaðist upp og það gefur maður ensímið og þá lítur þetta svona út miklu betra. Ruslakallarnir koma og það er allt snirtilegt bæði inn í frumunum og fyrir utan þær. En það er eitt galli á gjöf njarðar að þetta lyf er mjög dýrt og bæði lyfin, bæði þessi sértæka ensímmeðferð hér og þetta hjálparprótein. Við erum að tala meðferð sem fyrir hvern einstakling kostar á bilinu 25 til 30 milljónir á ári. Enda hefur það staðið í íslenskum stjórnvöldum eða yfirvöldum að leyfa þessa meðferð. En þetta er eina meðferð sem við höfum til að breyta gangi sjúkdómsins. Nú ávinningurinn, þetta hljómar mjög vel eins og sáum á myndinni, ekkert rusl safnast upp en menn hefur deilt svolítið ávinningin og það virðist vera ef maður byrjar að meðhöndla þetta strax í börnum áður en að sjúkdómurinn að taka sér bólfestu þá virðist maður að gera gagn. Ef það eru komnar umtalsverðar skemmdir í líffærin þá virðist það ekki gera gagn. Og menn hafa haft áhyggjur af því líka að stýrameðferð, hún hafi ekkert rosalega mikil áhrif til dæmis á heilana þegar lyfið kemst ekki þangað inn. Og annað sem maður gerir er þá að veita stuðningsmeðferð, einkennameðferð, vernda hjartað og æðakerfi og önnur líffæri með öðrum hætti og gefa verkjalyf. Nú stór hluti í þessu er sálfélagslegur stuðningur og svo erfðaráðgjöf fyrir þá sem að það þurfa því að það er að velja úr fóstur vísa sem ekki bera genið. En það er efni heilan fyrirlestur. Stundum er gripið til líffæraígræðslu og það kemur ekki óvart þótt að einn af okkar sjúklingum gæti þurft á því að halda á næstunni. Það er þegar einn búinn að fara í nýrnaígræðslu og gæti verið annar á leiðinni hjartaígræðslu. Þess má geta að þessi sjúklingar báðir hóf ekki meðferð yfir eða 50 og voru komnir þegar með líffæraskemmdir þá. Þá ætla ég ekki að segja meira. 13 mínútur, aðeins yfir. Það var svo flott mynd, maður tímdi nú varla að slökkva sko. Heyrðu, frábært, takk fyrir þetta Gunnar Þór. Þá er það Dóra Björk Jóhannsdóttir og hún ætlar að tala krabbamein á endastigi. Hvar vilja menn deyja? Stórt er spurt. Góðan dag. Ég heiti Dóra Björk Jóhannsdóttir og er hjúkrunarfræðingur í heimalíningu hérna á sjúkrahúsinu á Akureyri. En í heimalíningu erum við að sinna líknar- og lífslokameðferð í heimahúsum og einkennameðferð. Og svona stærsti hlutinn af okkar skjólstæðingahópi eru einstaklingar með krabbamein. Og í þessari kynningu ætla ég að fjalla einstaklingar með krabbamein á endastigi og hvar fólk kýs að deyja. Og svona líka hvernig við sem heilbrigðisstarfsfólk getum stutt fólk í þessari ákvörðun. Ef við skoðum tölur frá Krabbameinsfélagi Íslands 5 ára hlutfallslega lifun frá árunum 1955 til 2014, þá sjáum við að 5 ára hlutfallslega lifun er að aukast töluvert. Og eins þegar að dánatíðni er skoðuð fyrir svipaðan tíma, þá sjáum við að dánatíðni er líka að lækka sem er mjög gott. Þegar við skoðum hérna áfram tölur frá Krabbameinsfélaginu meðal fjölda tilfella á ári frá árunum 2015 til 2019, þá sjáum við að meðalfjöldi tilfella er 859 karlar og 847 konur og meðalfjöldi látinna
eru 319 karlar og 298 konur, þannig að þetta töluvert stór hópur. Hvar kýs fólk að deyja? Þetta var áður með andlát líkt og fæðingar, að það var eðlilegra að andlát ætti sér stað inn á heimilum fólks heldur en á sjúkrastofnunum. Og það var ekki fyrir svona miðja 20. öld sem að þetta fór að færast meira inn á sjúkrastofnunirnar. Og upp úr því fór það að verða þótti það í rauninni eðlilegra að þegar að fólk verður mikið veikt og deyjandi að það sé inn á sjúkrastofnun. En þegar við skoðum rannsóknir sem sýna vilja fólksins sjálfs hvar það deyr, þá eru þær reyndar mjög mismunandi eftir í hvar þær eru gerðar. Sýna alveg frá 30% upp í 90% og sumar sýndu yfir 90% sem sögðust myndu kjósa það að deyja heima. En svona flestar þessar rannsóknir, þær sýna að 50 til 75% einstaklinga, sérst helmingur eða alveg upp í 3/4, myndi kjósa það að deyja heima. Og það kosturinn með krabbamein að yfirleitt kemur dauðinn ekkert mjög brátt, heldur góður aðdragandi. Þannig að það auðvelt að finna tíma til að taka þessa umræðu við þá einstaklinga. Og þegar að maður skoðar rannsóknir sem bæði skoðuðu hvar fólk vill deyja og hvar það svo deyr, þá sést að það vist ósamræmi þarna á milli. Og það aðeins hluti þeirra sem óskar sér þess að deyja heima sem gerir það. En stuðningur heilbrigðisstarfsfólks og það að það sé líknarþjónusta í heimahúsum til staðar eykur mjög líkurnar á því að fólk deyji heima. Og eins sýna rannsóknir að það skiptir mjög miklu máli að það sé búið að taka umræðuna í góðan tíma óskir fólks í lífslokameðferð og að umræðan sé tekin áður en kemur að lífslokameðferðinni. Þannig að sá hluti fólks sem dó heima hafði í langflestum tilfellum verið búinn að ná að ræða það í góðum tíma. Það vissir þættir auðvitað sem komu í veg fyrir að fólk deyji heima. Fólk veit bara ekki alltaf að þetta möguleiki og við ennþá að sjá það þegar við tökum þessa umræðu heima hjá fólki að enn þann dag í dag fólk ekki að gera ráð fyrir því sem möguleika að það geti dáið heima. Og fólk þekkir kannski ekki alveg þessa þjónustu sem í boði. Og þú veist, jafnvel þó þetta sé að verða töluvert algengara og þekktara heldur en var, að þá ekki allir sem þekkja þetta til hlítar. Og svo eins og staðan þá þessi þjónusta ekki til staðar hvar sem Þjónusta til að styðja við hinn veika og aðstandendur heima, hún bara ekki alls staðar til staðar. Og stundum getur auðvitað verið að aðstaðan heima við sé ekki nógu góð eða aðstandendur treysti sér ekki í að hinn veiki deyji heima eða sé heima svona mikið veikur. Því að það auðvitað alveg sama hversu góð hjúkrunar og læknisaðstoðin og þjónustan heim, að það mæðir alltaf mikið á aðstandendunum sjálfum. Og svo auðvitað sumir einstaklingar bara búnir að vera mikið inn á sjúkrastofnun í gegnum sín veikindi og búin að mynda góð tengsl við fagfólk þar og treystir kannski best fagfólki og starfsfólki þar. Þannig að og þá kjósa þeir einstaklingar kannski að vera frekar áfram inn á sjúkrastofnun eftir að orðnir mikið veikir. Og svo mjög algengt atriði að fólk sé að hugsa að hinn veiki sé að hugsa aðstandendur og vilja ekki vera byrði á aðstandendum. Ef við skoðum tölfræðina svona hjá okkur í heimahlýningu, við höfum svona haldið aðeins utan það hvar einstaklingar deyja og við höfum séð aukningu á þessu síðustu ár. Það eru fleiri sem að deyja heima núna heldur en var fyrir þó nokkrum árum síðan
Við skoðum hérna nokkur ártöl, þá 2012 dóu 7 einstaklingar heima, 17 á sjúkrahúsinu á Akureyri og 5 á Hlíð. 2018 dóu 17 einstaklingar heima, 9 á sjúkrahúsinu á Akureyri og 2 á Hlíð. Og 2020 dóu 19 einstaklingar heima, 15 á sjúkrahúsinu á Akureyri og 1 á Hlíð. Þannig að þetta auðvitað, árin eru misjöfn, en svona almennt í heildina greinum við aukningu á því að fólk sé að deyja heima. Og þetta teljum við að sé, þetta fyrir nokkrum árum þá settist teymi heimahlýningar niður og fór að ræða það hvað það sem við getum gert til að styðja fólk í sinni ákvörðun með hvar það vill deyja og hvar það vill vera þegar það er orðið mikið veikt. Og það voru svona 2 atriði sem við tókum sérstaklega fyrir, annars vegar að ræða þessi atriði snemma við fólk, sem sagt ekki bíða eftir að fólk sé orðið mikið veikt og fara þá að tala hvar það vill deyja, heldur að taka þessa umræðu nokkuð snemma. Og eins fóru læknar teymisins að koma með heim í heimahús til að ræða við einstaklingana og þetta tvennt höfum við séð að hefur skipt mjög miklu máli og svona eykur öryggi einstaklingana með að hafa sitt val. Og núna í janúar 2021 þá kom út þessi aðgerðaráætlun til 5 ára líknarþjónustu og það sem sagt vilji til þess að auka líknarþjónustu mjög mikið, bæði á sjúkrastofnunum og öldrunarheimilum og eins í heimahúsum. Og áður hafði komið út skýrsla sem kallaðist norðlenska módelið eða líkanið sem fjallaði það hvernig þessum málum ætti að vera háttað hér á Norður- og Austurlandi sem ætti að vera svona samstarfsvettvangur og eins hafði sambærileg skýrsla komið út fyrir Suður- og Vesturland. En þannig að framtíðin hjá okkur að stórauka líknarþjónustu og efla og hafa auka þetta töluvert í heimahúsum líka. Þannig að framtíðin í líknarþjónustu sú að geta boðið upp á lífslokameðferð í heimahúsum á fleiri stöðum heldur en bara á Akureyri og í nágrenni og á Reykjavíkursvæðinu. Og til þess að gera þetta þá myndi vera miðlægar miðstöðvar líknarmeðferðar á Landspítalanum og sjúkrahúsinu á Akureyri. Og þessar miðstöðvar myndu svo styðja hjúkrunar- og læknisþjónustu út á landi. Þannig að hjúkrunar- og læknisþjónusta sem fyrir á hverjum stað fengi stuðning frá Landspítalanum og sjúkrahúsinu á Akureyri og fræðslu, það væri fræðsla til heimahjúkrunar- og heilsugæslustöðva á hverjum stað. Og þetta krefst þess auðvitað að það sé mjög góð tenging og stuðningur frá miðstöð líknarmeðferða, þessum tveimur svona kjörnum, annars vegar á Landspítalanum og sjúkrahúsinu, að það verði mjög góð tenging frá þeim og á heilsugæslustöðvar og í heimahjúkrun á hverjum stað. Þannig í rauninni væri kannski verið að stjórna líknarmeðferð einstaklinga frá þessum teymum, þó að þjónustan fari fram á hverjum stað fyrir sig. En þetta krefst þess auðvitað að það sé mjög góð samvinna og fræðsla og tenging þarna á milli. Þannig að við sjáum svona fyrir okkur í framtíðinni að sama hvar á landinu fólk býr, að þá geti það alltaf stjórnaði eða haft ósk og í flestum tilfellum náð að framfylgja henni hvar það kýs að deyja og að þjónustan verði til staðar til að styðja fólk í þessari ákvörðun sama hvar á landinu það býr. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Dóra.
mjög þörf þjónusta og fagnaðarefni að þetta sé verið að eflast og tengslin við spítalann sérstaklega. Þá komið að Hildur Hrönn Guðmundsdóttur. Hún ætlar að tala námstækifæri sérnámslækna á almennu göngudeildinni. Hæ, ég heiti Hildur Hrönn og sérnámslæknir í heimilislækningum og hefur verið að vinna hérna á göngudeildinni á SAG, en það hluti af okkar sérnámi að taka þátt í göngudeildarstarfsemi. En göngudeildarvinna orðin miklu mikilvægari og stærri þáttur af okkar sérnámi lækna í dag heldur en var áður fyrr. Og því það svo margt sem við getum leyst hérna á göngudeild til að fyrirbyggja það að fólk þurfi að leggjast inn til dæmis. Og mig langar til þess að sýna ykkur aðeins hvað við erum að gera hérna á SAG og hvernig við sem sérnámslækna getum nýtt þetta til að byggja okkur upp sem sterkari lækna fyrir framtíðina. Byrja á að sýna ykkur speglun. En hér eru hristispeglanir og magaspeglanir, nánast á hverjum degi. Og hér eru sérfræðingar sem að spegla meltingarlæknar, Guðjón og Guðmundur Otti. Læknar utan úr bæ, oft senda tilvísanir hingað, heimilislæknar til dæmis. Og þá við sem sérnámslæknarnir fylgjumst þá með og getum þá haft tækifæri til að ræða þessi tilfelli við sérfræðingana og meðferð. Einu sinni í viku þá eru við sérnámslæknarnir með viðtöl sjálf, þar sem við fáum sjúklinga sem að kannski læknar utan úr bæ hafa sendt hingað í uppvinnslu og þá höfum við alltaf sérfræðingana hérna á bak við okkur. Þannig að við fáum svona okkar eigin reynslu á að tala um fólk og svo fylgja eftir kannski einhverjum tilfellum frá bráðamóttöku og legudeildinni. Hér ætlum við að sjá sérfræðingastörfum, það hann Friðbjörn krabbameinslæknir. Og hann alltaf með móttöku hér sem við fáum að vera með í. Þessi maður var greinilega með verki í baki. Svo kannski gott að gaman að sjá þessar myndir sjálf, áður en lengra haldið. Hvað myndir þú halda um þessar myndir hérna? Kostirnir finnst mér við að vera á SAG að hér eru alla sérgreinarnar. Hér eru lungnalæknar, hjartalæknar, meltingalæknar, bara hver í sinni stofu. Við reynum svona að taka kannski einn dag í meltinguna, einn dag í lungun og innkirtla á hjarta og krabbameinslækninga líka. Og hingað kemur fólk í lyfjagjafir, sumir sem koma í krabbameinslyfjagjafir eða líftæknilyf. Og okkar hlutverk sérnámslæknanna að vera fólkinu innan handar hér. Hjúkrunarfræðingar sem vinna hérna sem hóa í okkur ef það eitthvað. Og svo auðvitað kveitum við fyrir lyfjagjöfunum og erum þá búin að kynna okkur sjúklingana og fara yfir blóðprufur og sjá að sé allt í lagi að þessi sjúklingur þoli meðferðina og slíkt. Hingað kemur fólk í áreynslupróf, hvort sem á hjóli eða á hlaupabretti fyrir hjarta-æðasjúkdóma. Það hluti af okkar dagskrá læknanna að fylgjast með og sjá hvernig gengur og læra af hjartalæknunum sem að sinna þessu. Og hér tilvalið tækifæri til þess að læra að óma og það nú alltaf að koma meira og meira inn í læknisfræðina að greina fólk með ómtæki. Hjartalæknarnir eru hér þannig að við getum þá fengið að grípa í tækinu sjálf og ómað sjúklingarnir sem koma. Svo sinnum við líka skilundeildinni þar sem fólk kemur í blóðskilun. Að því leyti að við erum til staðar ef það kemur eitthvað upp á með þessa sjúklinga en ábyrgir sérfræðingar eru samt nýrnalæknar fyrir sunnan. Það er bara lærdómsríkt að koma hingað upp og sjá skilunargræðurnar og læra inn á þetta. Og það mín upplifun að vera hér. Það mjög svona rólegt andrúmsloft og bara virkilega kennsluglaði sérfræðingar. Svo að maður fær mikið út úr þessu hérna sem sérnámslæknir. Virkilega skemmtilegt myndband hjá henni Hildur Hrönn og ég bara þakka henni kærlega fyrir. Þá langar mér bara að enda þennan flotta dag hérna á að gefa Bjarna Jónasinni forstjóra orðið og það leyfa honum að koma hér að. Já, komið öll sæl. Þetta búið að vera mjög fróðlegur dagur og skapað okkur
góða yfirsýn yfir það sem verið er að gera. Þetta ber dagskráin yfir heitið almenna göngudeildin fjölbreytt og sérhæft. Og það er hún vissilega. Hún hefur dregið fram breiddina í þjónustunni. Það eru 11 starfsemisþættir sem að deildin sinnir og gerir það mjög vel. Og ég get ímyndað með það að þetta styðji mjög vel við þau markmið sem að heilbrigðisyfirvöld hafa að íbúar fái þjónustu sem næst sínum bústað. Nú, við erum búin að sjá það hvernig að þverfagleg teymi geta sinnt flóknustu verkefnum. Við erum búin að sjá hvernig sérstakir sjúklingahópar fá sína þjónustu. Það breikkar með hverju árinu þjónustu framboði. Minnismóttakan var nefnd, meltingamóttaka, heimahlýningin og norlenska mótilið sem að við bindum miklar vonir við. Og síðan sýndi Friðbjörn okkur fram í svona vaxtarbrotan nýjasta ME eða síþreytuna. Nú þessu utan vitum við það að það eru fleiri langtíma sjúkdómar sem að geta gagnast í slíkri meðferð slíkri þjónustu sem að almenna göngudeildin er að sinna. Nú, við höfum líka séð niður í dýptina á þeirri þjónustu sem hér er veitt. Við sáum inn í sáramóttökuna, hvernig hún er sérhæfð og leysir sérhæfð verkefni, bæði fyrir innilíkjandi sjúklinga og líka sjúklinga sem kom út á bæ. Við erum búin að sjá hvernig nútíma lyfjameðferð leysir vandamál sjúklinga, hvernig hún er að þróast og við erum það greinilega að fylgjast með þau í fremstu röð og gera það mjög vel. En þetta dregur líka fram þær áskoranir sem að heilbrigðiskerfið stendur frammi fyrir með nýjum og dýrum líftæknilyfjum sem þá sérsniðin oft af sérstökum sjúkdómum og Gunnar Þór kom vel inn á í sínu erindi varðandi pappírsjúkdómi. Þannig að ég hefði sjáum þarna að við erum að sinna okkar sjúklingahópi hér á svæðinu af bæði mikilli breidd og af mikilli dýpt. Nú erum líka að sjá þjónustu sem að byggir á nýjustu tækni. Við sáum öppin í sykursýkismeðferðinni og fjarþjónustunni þar sem hægt er að fylgjast með sjúklingum bara í gegnum fjarþjónustu leiðirnar. Það kemur örugglega til með að vaxa. Og síðan sjáum við líka tækifærin í því að þjálfa sérfræðinga komandi kynslóða. Fyrir framtíðina erum við að undirbúa okkur þá með því að bjóða upp á þessi námstækifæri sem hér eru og það undirstrikar mjög vel þá breidd sem að læknanemar þá fá í sínu námi. Hér er aðgengi að sérfræðilæknum mjög gott og þar höfum við breiddina líka eins og nefndi. Nú við þurfum líka að sjá að starfsfólkið sé til reiðubúið og starfsmannaheilsuverndin þar kemur mjög sterk inn. En þetta endurspeglar líka þessi dagur þann metnað sem að er hjá okkur, þá þróun sem á sér stað, það nýjungar sem við erum að taka upp og þann vöxt sem við komum til með að sjá í þessari starfsemi, því þarna er vissulega vaxtarbroddur og hérna komum við til með að þurfa að vaxa og helst hraðar heldur við erum að gera í dag til þess að geta veitt bestu þjónustu sem við erum á fyrir þá íbúa sem við erum að þjóna. En við getum verið stolt af því sem hér er gert, við erum að segja frá því og ég færi ykkur alveg þakkir fyrir frábæran dag, frábæra fyrirlestra og gangi ykkur og okkur öllum sem best í framtíðinni. En gleymum því ekki að hjálpa Friðbirni að finna gott nafn á klíníkina. Hvað á klíníkina heita? Takk fyrir. Jæja, þá er bara höfvið lokið yfirferð margra fyrirlestra og við erum búin að fara í gegnum mjög flotta og metnaðarfulla dagskrá. Áður en ég segi þessum fundi slitið, þá langar mig fyrir hönd almennu göngudeildarinnar að þakka öllum þeim sem gáfu sér tíma til að vera með okkur hér í dag og hlusta og í þessum fjarfundi. Einnig vil ég nota tækifæri til að þakka öllum þeim sem kom að undirbúningi fundarins á einn eða annan hátt.
Við vitum það öll að svona metnaðarfull fræðsla verður ekki til á sjálfum sér. Til þess þarf frábært fagfólk sem sífellt að stuðla að framþróun í störfum sínum og ég afskaplega þakklát að við höfum þennan flotta hóp starfandi hér innan SAK og ég býð bara afskaplega spennt eftir næsta fræðsludegi og að því sögðu þá langar mér bara að þakka fyrir mig og ég segi fundi slitið. Takk.